Heyrðu, hvað er hjá okkur? 8. umferð. Já, það er soundcheck. Já, það fer að styttast í annan endan á þessu Íslandsmóti hjá okkur. Búið að vera langt og strangt. Viðburðaríkt. Skemmtilegt. Já, við ætlum að fara og byrja hérna bara að skák hjá Alexander Dómaldsuk með hvítt gegn Hannes Lífari. Farið við gangmála í skákinni þar. Og þar, já, myndi nú segja að Alexander kom nú svolítið á óvart með E4 í fyrsta leik. Og Hannes svaraði hérna með Caro-Kann. Ég man nú ekki eftir að sé margar skákir með Hannes í Caro-Kann. Þannig að þetta er nokkuð óvænt. Við fáum hérna uppskiptabrið sem ég finnst gefa svona aðeins til kynna að hvítar hafa ekki búist við Caro-Kann. Sko D3, dressi E6. Sko finnum 4, hérna verður að kaupa D6. Og við fáum hérna drottningabræð með skiptum litum í raun og veru. Hvítur er snöggur fram hérna á drottningavegnum og ætla vantarlega að fara í ykkur riddarhopp hérna. Riddari sé til E7, það var drottning B3 fyrst, prókur að C8, G3, tekur hérna riddaranum og sjáum að hann er komið öll peðin á svartareiti sem er náttúrulega gott. Hvítur þetta biskup, prókur sér E7, drottning B2, pressa peði, hann leikur hérna riddari B3. Drottning D8 í Hannesi, takkir þetta peð á hrókurinn ekki afturkvæmt. Það verður að gefa hrókinn hérna fyrir biskupinn tapa skiptamun og hafa peð upp í. Hann leikur hérna drottning D8, og gefur hrókur E til C1, riddari finnur 5. Kemur nálega til greina að taka þetta. Á mínu viti, en hann leikur hérna riddari C5, riddari fyrir D6 og hinn riddarinn á E5. Þá kom hérna biskup B5 í Hannesi, hann vil skipta upp á hvítriddarabiskupum. Og nú er spurning hvort að Sasha vilji kaupin. Vill hann hörfa með biskupin, vill hann taka á B5, eða vill hann hreinlega taka á G6. Sem ég finnst nálega komandi greina líka. Og við gætum fengið dæmi eins og í gær, þar sem að hann er svona með hrók og 3 peð fyrir toiletta. En hérna myndi nú segja að svörtu menni væri aðeins of virkir. Hérna erum við með veika hvíta reiti, góða reiti fyrir riddara, góða reiti fyrir biskupin líka. Þetta verður mun betur útgáfa heldur en það sem við sáum í gær hjá Helgás mót Hannesi. Já, það er spurning hvað gerir hérna strategísk ákvörðun. Hann er alltaf komin aðeins undir á klukkunni. Sama má segja Guðmund gegn Hilmi. Hilmi þarf helst að ná sér í sigur í þessari skák til að eiga einhverja möguleika. Og hann teflir slabban hérna aftur. Þetta er svipað fyrir mótunum átti hér. Nei, ekki mútið Kenni, heldur mútið honum hérna Helga Ás. Biskup hérna 4, svartur þvinga fram hérna eftir á leik. Það þýðir að þessi riddar á eru ekkert afturkvæmt verður að taka á G6 sem er svo sem ætlar hann að gera, en hvítur vil meina að þessi litli leikur hann veikir svolítið stöðuna hjá hvítum. Hérna tekur hann loksins á G6, biskup D2, A5. Er það eitthvað ný leið í þessu? Það var ekki eftir að síðan að leik, hérna skoða aðeins treð hérna. A5 hefur nú ekki telst áður. Sittur við D5 og riddari til D5. Nú höfum við hins vegar transpósað yfir í skák hérna, þar sem að stórmeistari með svart sem vinnur. Og það kom G3. Það er náttúrulega onni hérna í einhverjum tilfellum. G3 er svona fyrirbyggjandi leikur, en Gummi er ekki því, hann leikur hérna 4. Tekið C3 og kom B5. Núna er þetta peð ekki lengur onni, nú hóttum við kannski að drepa hérna. Og G3 hjá Guðmundi. Hvítar höfðu biskupaparið. Þetta
þetta er D7, kongur fyrir 2, kongur átt ágætur hérna í þessum afbröðum, svo byrja 2 og kongur G2. Hvítar ætla svolítið að reyna að lúra með þetta biskupar, tefla svolítið svona langtíma strategíu, eitthvað sem hentar átt Guðmundi vel. Svo kongur C1, rittarinn fór B6, kongur Hannes þetta afi, kongur A7, kongur D2, D7. Þetta er allt voða þungt, menn verður svona að færa mennina svona fram og tilbaka hérna, bak við peðin svolítið. Hvítu virðist hafa svona, hann getur stjórna stöðunni, það er spurning hvernig hann heldur áfram, hvernig hann þróar stöðuna, hvað ætlar hann að breyka, ætlar hann kannski að leika C4 einhvern tímann. Þetta er örugglega aðeins þægilegra Guðmund, en örugglega mikið eftir að þessi skák. Það er kannski mest aksjoni hérna hjá Vigni. Hann er að mæta Olgu hérna og upp kom Grunfeld. Drótning B3 lína hérna, svona anti-Grunfeld lína, D4 loksins núna. Og þetta er eitthvað sem að til dæmis, ég ráma nú einhverja skáki á til dæmis Navarra í þessu, með báðum litum. C6, þetta er G5, þetta er allt þekkt. Það fæ upp næstum 100 skákir í þessu afbrigði. Þetta er allt samkvæmt bókinni, þetta er bara 1, 2. Hérna er algengast, þetta er A6, H6 er ekki algengastur, en hefur alveg telst af, Djumbajev og fleirum. Þetta er Hörvar, þetta er 8, D7, A4, það virðist vera fyrsti nýja leikurinn. Biskup E3, átt svona losarlegur þessi riddari, þannig að biskup er svolítið lúrið hérna á E3. Þetta er fyrir F6. Vignir ákveðin að valda þetta peð hérna. Ef D5 þá líklega komið hérna svo okkur A6 sem valdar þetta hérna. Og svartur er núna, hotar þessi peði hérna, þetta er hún í hvítu þarf aðeins að passa sig. Og það er náttúrulega rókar eftir að lífskipan hérna, drótning C2, þetta er G4, biskup fyrir F4, vil alls ekki gefa henni biskup. Það kom E5 hjá Olgu, þetta er típisk kraftatamiska hjá Olgu. Riddari-dreipur, biskup-dreipur, P-dreipur og drótning G5. Hótar að vinna peði tilbaka, annarkvort hér eða hér. Vignir ákveður að gefa peði á G2, drótning G2. Hrókur G1, fórna peði, það leikur núna drótning B3 og hvað gerum við með riddara? Olga leikur drótning C7 og Vignir langkrókaði. Komið greinandreip á F7, mögulega, hann langkrókar. Málið er að svartur getur ekki losa spennuna með því að taka. Það kemur hrókur dreip G6 undir eins með látsum. Eitthvað svona, þá kemur náttúrulega bara þessi strax. Drótning byrja þessu kjölfarið. Spurnum hvað er best að vera. Það skiptir ekki máli, ég held þessi tapa henni eftir drótning byrja 6. Svartur þarf að finna einhvers konar biðleik hérna. En hvað, mátti hann ekki taka F7 hérna? Hvað gerist þar? Kongur H7 og bara G5 hérna. Nei, drótning F7 líka, já. En ef þau fer hérna B3, þá er ekki lengur onni hérna. Svartur bara dreipir svona og þetta er allt í lagi. Ok, þannig að hann langkrókar sem er bara fínn leikur. Það er staðan. Það er staðan eins og er. Og já, Olga með aðeins betri tíma. Hjörvar er loksins með betri tíma. Hann er með svart gegn borði. Og það er opinsíkilegur, bara fyrir ekki neina hliðarvarianta hér. Og séuvinningen afbrigðið. Schrevinningen, hvernig sem það er nú bara fram. A6, A3. Svona hægur leikur.
Svartu tefli bara svona típiska sigurlega leiki. Svona í örfáu skipti sem ég tefli sigurlega þá tefli maður yfirleitt bara svona. Og bara hún C8, stuttrókar, kannski riddari C5, kannski drónin C7. Típisku leikir, hvítu leikur hérna drónin finnur 3, þetta er C5, rókar A til E1. Rókar H1, þetta er oft svona nýtsami leikur að fara þessari línu hérna. Rókar inn 8, biskup D2. Bara eikur hérna við valdið á 1-4 reynum. Eða peðinu, B4. Tekið á D3. Þetta er D7 og þetta er B3. Hvert er þessi riddari að fara? Nær. Já, veit ekki, á kannski eitthvað góða riti en það er nú allar mikið viti að hafa riddaran hér sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvert hann allar að pivot að þessum riddara. Já, þessi svona í dýnamísku jafnvægi bara, ég kannski að segja, svartur er solid, hvítið þarf ekkert að fara reyna að gera eitthvað til langtíma þá svartur alltaf með parið. Hvítið þokkaland með hvað það var þar. Nú, Lenka teldi hérna Jópa var London systemi sem að, já, hún teflir svolítið oft. Vandamálið við það náttúrulega að fara menn að vera svolítið verið undirbúinir fyrir þetta. Mér sýnist Dagur einmitt hérna að tefla nokkuð hratt. Þetta er BD7, það er 6, hérna er henni í parið. 1-4 drefla G3. Ég svartur svona full að vera að fá bara mjög fína stöðu hérna. Drónin B6, leiðindi að pressa hér og hér og ok, þurfum að valda hérna, þetta er D3, D4. Sterkur þessi biskup, hvítur geti liðið svolítið fyrir það að hafa ekki. Það er tefla á móti parinu, riddari finnur 6, biskupinn hörvar, 1-5, biskup B6, drónin G5. Já, hérna hlýtur nú að vera bara góðlega stuttróka en Dagur langkrókar. Þetta er 2, þá kemur 1-4, hvað er í gangi hér? Það er gaffall en kemst í úr honum. Þetta er með D4, hann er með drottningu. Hvað er hann ekki með hrók? Hún má taka G7 kannski. Ok, hann er með drottningu. Riddara 4, fyrir gafflinum, þá kemur drónin C4. Nú verður honi á A2. Já, hvað skal gera? Biskup E2 drónin með A4. Ég geti skotið inn ykkur svona. Það er náttúrulega, já, kannski onni á hérna. Þetta er nú við, hvað get ég ekki hreift neitt. B2, drónin með A2. Þetta er náttúrulega máti, það er líka eitthvað að leika svo C3. Ég kannski valdi þetta ekkert svo glatt eða hvað, svo. Þegar hróku G8 þá náttúrulega drepi hérna. Og ef ég byrja hérna á þessum þá fyrir mig kannski að vanta svolítið menn hérna í kringum kónginn. Geta verið svolítið varasamt. Hér og kannski hérna. Já. Það er ekkert endilega svo slæmt hérna hjá Lenku. Það er spurning svona, já, hvaða skák svona við komum mest athygli. Það er nú kannski Lenka drefurinn E6.
Það getna helst Vignir og Olga hérna. Minnum að það, breyta því. Hérna hugsar Olga málin ennþá eftir langarhókun hjá honum Vigni. Svartur í vissl og peð yfir, en það er svolítið leiðilegar hérna. Leiðilegar hótanir, það fara að drepa þetta allt hérna einhvern veginn. Og svo kjálfarið mögulega tvöfalda hérna á sjötturreitarið. Þá er voðum vís. Það er svart að fara að finna einhverja góða leiki hérna. Skoðum aftur hérna Hannesi. Eftir biskup B5 þá ákvaðan Alexander að leika drottning E2. Biskup B5, drottning E2, drottning E8 í Hannesi og kaupa B5. Ég er ekki vissum að hvítu vilja fara í drottningakaup hérna. En að samanskapið hafa hann ekkert sérstaklega spennandi möguleika hérna í stöðunni einhvern veginn. Sýnst þetta hafi verið vel hefnað plan hjá Hannesi hérna. Já, hann borð. Það er fínt, það er að veika tjatti sem. Já, komið svo leikir hérna eftir biskup B5 á leikan drottning E2 Sasha, drottning E8 og kaup. Ég segi að þetta var góð aðgerð hjá hann að skipta upp á þessum biskupa E8 fyrir biskupin á D3. Og svartur svolítið að leita í þessar hólur hérna, sérstaklega þessar hólur hérna á E4. Ég veit ekki alveg hvernig hvítur á að tefla þetta, satt með þess að segja. Mér víst ekki á að drepa á B5 til dæmis. Af því að hér þá held ég svartur sé jafnvel bara farin að hóta að leika B6. Sem er mjög óþægilegt. Segjum bara eitthvað svona, kannski bara B6. Þetta er A4, eitthvað slíkt. Það er ekki svona að drefa strax á C3 útgætt, ég sé líka eitthvað svona bara á. Það verðist nú að vera hættulegasti veikleikinn á borðinu. Það er alltaf hægt að undirbúa B6 líka, líka svo sem ekkert á. Ég held að þetta sé betra svart bara. Seems better, you know. Hilmir og Guðmundur voru svona í þurrari kantinum. Svartur búinn að tvöfalda á 7. reitarið. Átti mig ekki alveg hvað það ekki fyrir honum þar. Það hafa drottninguna bara svo tilbúna í alls konar batteri hérna. Já, Guðmundur þarf að finna einhverja leið til að brjóta stöðuna þessu upp. Langar örugglega að leika C4 eftir hann, til dæmis. En þá þarf hann að vera reiðbúinn að taka móti hérna á D-línunni, sko. Ef við leikum þessu og snemma, til dæmis eitthvað svona, þá kannski bara koma einhver E5 eða jafnvel C5 leikur hérna. Svo getum við ekki tekið. Og svartur er fljótur að fá svona
virka menn, hrókur B4 og fleira. Hann ekki alveg tilbúin í aðgerðir, en svo svo líka varasamt að íta og snemma hérna. Ég veit ekki alveg hvað Pítur gerir, hann fer í að koma ykkur svona gumma mannur eitthvað leikir. Hrókur C2, drótning C en eitthvað. Skal ekki segja. Já, það gæti reynda kannski ekki vitlaust að hérna segjum að svartur gerir ekki neitt. Það er svolítið að hróka hérna bara hróknum á drótningunni einhvern veginn og vera tilbúin að taka móti hérna með hrókan á díluninni, leika svo C4. Þetta er ein hugmynd. Þetta er svona, já, þessi rólihitunum, þessi stað eins og er. Svona einu 3 hjá Bárði. Áttum ekki alveg á þessu leik, ef ég segja eins og er. Já, hann er kannski bara að fara úr hérna, úr skálinni. Og svona, eina sem hann dettur í hug. Þetta er ennum stað sem er svona ekkert auðvelt að bæta fyrir hvítan. Þetta er bara fínt svona að þú leikur D4, þá ertu að gefa eftir C4 hérna, rittarann. F5, einmitt það getur komið rittar F5 líka. Við skulum finna 6 hérna hjá Hjörvari. Setjum nú strax pressu hérna á hann. Rittara á sér 3. Hann fari ekki bara E2, er eitthvað annað í stöðunni. Bara hingað. Hleypur hróknum svo sem inn, en hann er ekkert að gera neitt. Gerir ekkert að viti hérna. Þetta er dreitir, já, ég rittar D, en það er eitthvað líkur. Rittar líklega. Þetta er allt órólegt, en hvað er að gerast hana hjá Degi, hún lenka drap á E6 eftir bara E6. Hvert verður þessi bískúp, hann fer ekki neitt. Getur að fara G4. Getur mögulega að drepa G7. Þessi er svolítið smá riski. Já, mögulega verulega riski að taka hérna þetta P. Ég rittar D5, út að hefna biskup. Það rittar komið svona kannski í sóknina. Þetta er B4 í kjölfari. Hvað slíkt. Já, ok, þetta er nú kannski ekki alveg ljóst. Við verðum ekki að ég átti mig ekki alveg á þessari stöðu. Hvað er að gerast? Þetta er einhvern veginn þokkanlegt að báða. Það eru tíminn við erum komin á vigni, ætla Olga sér bara að leika það. Leikur hrókur A til D8. Stingur upp hrókin á D-línunni og vigni skiptir bara upp. Og er Olga að hugsa í þeirri stöðu? Svo virðist vera. Hvernig tekur Olga tilbaka? Með hrók eða drottningu. Olga er peði yfir í stöðunni. Já, hún tekur með drottningu þá tapar hún í einu leik. Hún verður að drepa með hrók. Spyrir hvað hann mista því. Fáum skýringa bara. Hún tekur með drottningu þá kemur E7. Missir valdi hérna. Getur ekki tekið og getur líka ekki tekið þá kemur tekið hérna. Nú hins vegar er hrók upp D8. Það gæti samt komið E7.
og það má ekki drepa út af þessum, þannig að segjum hérna hrókur E8, þá getur ekki með hrókur upp í G6 og hvítur vinnur. Þannig að 7 hrókur drepur mát, eða mát hérna líka. Já, þetta er bara búið svona. Vittu nú við, er þetta bara búið, var hrókur A10 afleikur? Er hann að tapa skákinni? Er hann orðið að tapa hérna on the spot? Það er ekki gott að kemur svona leikur sem hrókur drepur D8 og þú þarft bara að hugsa. Þá er örugglega eitthvað mikið að. Það var gleymt E7. Þessar leiðir litu bara mjög vel út, litu út fyrir að vanlega hvítt. Ok, drottning tapar í einum, það er bara einhverleikurinn, það er ekkert dóni, ok, kannski ekki að berjast hérna en kannski ekkert spennandi. Já, jú, það er nú svo sem alveg hægt að berjast hérna. Hvítur er C3, hvítur þarf ennþá að hafa fyrir þessu. Kannski þarf hann að fara út í þetta. Af því að hrókur drepur D8, E7, hrókur D6 kannski. Nei, þá fæ ég með drottningu, úff. Já, hérna. Þetta er bara búið hérna þegar hrókur drepur G6, sko. Já, mér sýnist nú þurfa neðist að taka með drottningu og fara í þetta endatafluna. Já, hérna get ég ekki að leika hrókur drepur G6, þá kemur kongur H7, þá er onni hjá mér. Ég verði að leika hér, og 2 með onni, ég valdi á báða. Og ok, einhver svona úrvinnsla eftir en þetta ætti nú að hafast af því að mótspilið svörtu verður aldrei eitthvað svakalega hættulegt. Já, þetta er áhugavert allt saman. Það er búin að þessu. Það var spurning hvort að hrókur A8 hafi verið einhvers konar afleikur. Já, svo er náttúrulega líka hægt að já, eitt sem ég er ekki brátt að hérna svartur þarf að því að virðist að fórna þessum manni. Kannski er bara skást að drepa með hrók eftir E7, leika þá drottning E7, drottning B6 og vera allavega með já, hrók og drottningu virka í þeirri stöðu. En þá reyndar hef ég ekki tíma til að drepa á F4 út af hrókurinn onni á D8. Já, greinilega vendingar núna í þessari mikilvægu skák. Vigni verður að vinna til að halda í við Helga Ás. Þessum Helgi Ás fekk náttúrulega fría vinningi þessari umferð. Það átti að mæta Keðni sem er nú að draga sig á mótinu eins og þekkt er orðið. Já, málið líka sko Vignir er náttúrulega búinn að sjá E7 en þegar andstæðingurinn hugsa svona lengi í svona stöðu að þá ferðu nú að gruna að sé eitthvað í stöðunni. Þannig að ef hann var ekki búinn að sjá E7 þá myndi hann nú líklega frekar sjá hann ef andstæðingurinn tekur svona langan tíma í að drepa tilbaka. Herðu, hún drap með drottningunni. Ok. Og neyðist hún til að tefla þetta mann undir.
Ég tel að nánast útiloka að Vignir missa taktík eins og Petil 1-7. Sama ára komur ykkur leikir hérna hjá Alexander og Hannesi, Guðmundur og Hilmir. Kíkjum aðeins á Alexander og Hannes. Það eru þessi kaup hérna, já. Alexander ákvað að reyna að koma á kongnum betur fyrir hérna og taka á 1-2. Hannes ætla nú ekki að hjálpa honum strax, leikur B6, aðdröpu B6. Væntanlega Ritter A4. Þetta er mun þægilega svart að nú allt í einu eru þessi menn orðnir góðir hérna á sílínunni, kemur pressa hérna. Já, sem frekkarskákmaður, alltaf hann verið Karakanna, þá var þetta svona þetta ósvipað og maður geti fengið úr eitthvað svona frakka. Þetta er augljóslega helviti góð útgáfa fyrir svarta hérna. Trausta peðastöðu, pressa á sépi, góða reyti fyrir riddarana, hvítur á móti. Þarf að hörfa með sína, þarf núna að hörfa með þennan. Þegar og ef svarti vill, þá getur hann stuggað þessu riddara líka. Hann er stendur klárlega betur hérna. Ha! Þú dingsaði ég Vigni maður. Hann tók á F7. Ha, getur verið að það ekki nú verið nú ánað með endatöfli mann yfir það, hvað? Hvað er þetta hér? Er þetta kannski bara tjaldi? Ég var kannski aðeins svo fastur í þessum esjuleik. Þetta er kannski bara glímandi gott að þeir gangu G7 Ritter F4. Það er ekki bara að sjá það. Og örugglega sama hérna, hrókutur F7, hrókutur G6. Þessi náttúrulega leppur hann að ég verið að fara hér og kannski Ritter F4 þá líka. Þegar hrókutur þá kemur hrókur G8, nei drótning G8 með alltaf reyndar. Ég vinn drótninguna svona en mér sýnist hérna þessi vera jú, þetta er mátt í þeim. Drótning tilbaka og svo hrókur. Já, er þetta ekki bara helvít erfitt? Ok, ég kannski hægt kongina hási til að vera ekki onni í þessari E6 skák, en ég fer samt hérna bara. Eða jafnvel drótning E6 getur verið sterkari. Það kemur G5 reyndar. Nei, þetta er sterkt. Ég hóta þessu sem er bara enda með máti. Hún getur ekki valda. Og G5 þá bara hrókur hái sem dæmi. Og þú valdar þetta ekki. Þetta er kannski bara búið. Og ég sem var svo fastur í þessum esjuleik sem er kannski bara ekkert góður. Já. Það er nokkuð með herru, klikka ég aftur á borðinu, afsaki þetta. Já. Þetta er bara F7. Ég var að skoða hérna, ef hrókutur F7, hrókutur G6. Ungar F8 þá voru að valda hróknum, hrókurinn kemst ekki fyrir, hann er leppur. Og kemur bara Ritter F4 sem manni sýnist vera vandræða. Þeir má ekki drepa út af drótning G8, eða drótning G6, hrókur G8 mát. Aðrir leikir í stöðunni fyrir svartan. Get ég leikið einhverjum ég sé ekki eitthvað góða leik bara.
Eina sem datt í hug dróning H4, þá get ég bara skáka hérna. Og svo vantarlega bara dreipið hérna. Veit ekki hvor reiturinn er betri fyrir kónginn. Svartur virðist bara að tapa liði hérna. Nokkuð þunga. Já, vel gert hjá Vigni. Hvað er svo fastur? When you see a good move, look for a better move. Sagði einhver meistarinn. When you see any move, make it, er eitthvað sem ætti kannski við hérna Bárður Birkisson sem er komin í mínútu á klukkunni í 20. leik. Þetta er Biskup F6 á leikan hrókur C1, já. Ok, þannig að það er bara drottningavagn. Rittar A5, Biskup A8, rittar E2. Athyglisvert. Ég ætla bara að reyna að halda þessu uniti hérna til að stoppa upp hérna Biskup. Og svo kannski það skiptir bara svart þetta Biskupum ef hann getur. Eitthvað rókur eina til séris 8 hjá Hjörvari. Hjörvari er náttúrulega mjög svolítið eins og er. Örugglega með aðeins betra, sérstaklega bara út af parinu. Það var að kaupa C7. Svo hvað upp í C7. Erum við að kíkja á Davíð svo lengu. Lenga draf á D8, rókur upp í D8, okkur Biskup Davíð 1. Veit ekki með þennan reit. Getur Davíð ekki bara leikinu að leika bara rókur D7 og hangi á þessu umframpeði. Fengið svolítið lánaða Ég lánaði blaðsíðu úr playbookinu hjá honum Barði frá því í gær. Já, hvað er þetta? Það er ekki bara alltaf lagi, eða hvað? Kannski til sterkari leikir. Hrókur C8, hvað skák? Já, Hjörvar, já, hrókur C8, líkt því. Ok, Hilmir og Guðmundur, hvað er að gerast þar? Sáum þess að tvöföldin hérna á 7. hjá Hilmi, kongur H1. Já, akkur ekki. Og F4, já, ok, hann það brótast frá þarna. Og hvað rittar sérs 4 hjá Hilmi? Og svartur er náttúrulega mjög glaður held ég að það vera kaup hérna. Það verður hvítureiturinn orðnir svolítið veikari, sérstaklega eftir að hvítu leik finnir 3, finnir 4, hann veikir þessa skálinu. Og það sé nú ekkert í gangi á henni eins og er. Já, það er með mjög svipan tíma. Ég trúttur að þunga með henni þessari skák verði ekki alveg strax. Það virðist vera mesta aksjóni hérna hjá Vigni eftir ytri F7 kom hrókundur F7, hrókundur G6, kongur F8 og dróning G3. Ég hef með ytri F4. Dróning G3 virðist nú ansi sterkur líka, hóttar hérna hrókur G8. Dróningi frá C7. Tekur allavega svona broddinn úr þessari hótun. Og Vignir á leikin núna. Hann skákar á Gunnar 8. Já, ásakið. Dróningin er af. Ég misti þessi skák, hún er búin. Já, dróning C7 var
afleikur í erfiðri stöðu, ég líklega tapari stöðu. Það getur fjölur það. Ég eitthvað slappur í taktíkinni í dag. Ég sé bara ekki neitt. Þannig að var heil drottning onni sem ég var bara hreinlega ekki búin að sjá. Það er ekki, það er dagamunur á mönnum. Bara lett. En já, þetta er mikilvæg Þetta er mikilvæg vigni fyrir sigur. Þetta er mikilvæg sigur fyrir vigni sem að heldur sér þá vinningi frá Helga Árs sem átti náðan dag í dag. Þeir eru þá jafnir með að munna vinningi, hvað eru búin að gráða fyrir 8 fyrir, það er 7,5 vinningur hjá Helga Árs, 6,5 fyrir vigni, 6,5. En já, þetta var af því að við snakkarlega skák hjá vigni og Olga hefur ekki náð sér að strik núna eftir fína byrjun. Alltaf á svona vinningarlega, hún byrjaði vel með 1-2 á móti Hjörvar og Keðni, gera svo jafntefli í þriðju umferð á móti hvað var ekki Hilmi, sem Hilmi reyndar held ég hafa leikið af sér vinnistöðunni í jafntefli. Þannig að já, það er ekki gengið vel síðan þá. Ég held að hún sé búin að tapa allir skákunum síðan þá, ef ég maður rétt. En já, fáum eitthvað annað þessari skáku lokið. Hannes finnst mér nú vera að bæta stöðuna sína. Dómatsúk draf á B5 og settir rittarinn á A4. Hérna hugsaði ég hreinlega að ekki bara hróka B8, býða át þetta. Reynir svo að bæta stöðuna aðeins. Það þegar rittari Kvíts á A4, hann stendur ekkert vel, akkur að vera að hleypa honum hinga. Þú veist, taka C3 og leifa hann að drepa hérna. Hann byrjar að drepa E5. Það geta mig vel að valda þetta svona líka, sem hann nú gerir. Hann er sér mjög góður í svona stöðum. Það Hvítur aðeins að passa sig. Til dæmis kongur E2 og geti komið eftir D4 sem er leiðilegur, maður getur drepa út af leppunni og svo kemur gaffallinn hérna. Það er ekkert sérstaklega auðvitað fyrir Hvítan að leika. Kannski kongur E í staðinn. Nú er það að leika einhverjum pæsleikjum. Ég veit ekki hvað þessi er í lagi. En ég var að hugsa mitt, ég hugsaði nú fyrst með kongur E2 áður en ég sá rittar D4. Og það ákveðs sama við núna kongur E1, ég held að G5 sé sterkur leikur. Man einu sinni vorum í Capella Grand, vorum að skoða einhverja skák, Helgi Ólafsson með okkur nokkurum í ferðinni og hann sagði við eitt endatafli á Degi Ragnarssoni að hann hefði að leika Degi Arngrímssyni, hann hefði að leika G5. Við höfum alltaf munið hann að frasa, já fyrst sér hefði hann alltaf spontant leikið í G5. Þá er ég svona hróksendadafli til að sporna við því að Hvítur næði svona þessi setupina með H4 og svo mitt getur oft líka verið veikt P hérna á F5 sem að við veikjum frekar með þeirra G5 og þá kannski erfiðara að valda, kongurinn getur komið hérna og það er okkur F4, þá er uppskipti og þá er veikt P hérna og kongurinn kemur hérna til að sækja æ. Þannig ég veit ekki alveg hvað er best fyrir Dómatsúk að gera hér eftir hrókur C6. Það er síðasta leikurinn sem við höfum í þessu skák. Hann lék kongur E2, er það ekki afleikur? Það gerir þetta D4.
Má ekki leika hér bara. Get ég gefið skipta minn? Ég trúi því ekki. Ég fæ strax BP sko. Það hlýtur að rauninni. Ég held að riddari D4 sé bara búið on the spot sko. Það var að sjá hvernig taktikin er hjá Hannesi, hann er hana uppi í vinstra megin. Hann á að sjá leik eins og riddari D4. Sýnist það nú vera rétt hjá mér núna þótt að ég. Já. Esju hjá Vigna áðan, það var nú kannski ekkert slæmur leikur. Það var málið að bara hafa til betri leikur. Esju var svo sem unnur held ég líka. Bara erfiðari leiðir. Við erum líka hérna með, hann er ekki ennþá búinn að leika. Líka með Hilmi og Guðmund þarna. Þar er í að koma í peðsform. Það er F4 að koma riddari C4. Það er drepið. Líklega á svartur að skjóta henni inn í getur bara F4. Hann gerir það ekki. Og þá tekur Guðmundur þetta peðið á G5. Tókur B5. Setur á peðið, hann hvíti valdara. Svartur er búinn að fórna peði. Og kannski að treysta það að hvíti kóngurinn sé eitthvað veikur. Dómning B8, setur á G3 peðið, undirbýr hrókur B2. Hér er spurning hvort ég megi leika bara biskup F4 eitthvað slíkt. E5 er svolítið losaralegt. En ég má svo sem alveg leika einhverjum kóngsleik sko. Kóngur H2 að G2. Kóngur B2 þá kemst ég alltaf fyrir hérna, en þá kemur vantanlega einhver leikur eins og A3 hérna. Svartur alveg með mótspil. Hvítur er peðir, en það er mótspil. Það er klart. En eftir dróttin B8 þá er Guðmundur að hugsa. Er Hannes búinn að leika? Nei. Hann leikur F6. F6, já. Gerist inn í tek. Riddari D4 sterkari í þeirri útgáfu. Var þetta einhver leið til að lofta út? Það er kannski eitthvað variant þar sem það þurfti að lofta út. Ok, staðan er svona, hann er ekki búinn að taka. Já, ég er ekki viss að Hannes hafi mistað riddari D4. Það getur vel verið að hann hafi viljað lofta út og hóta riddari D4 núna. Það því mér náttúrulega alls ekki leyfa Svartum að taka hann á F5. Peðin er alltaf sterk. Það er erfitt. Guðmundur er búinn að leika hann að sinni sem er. Leik kóngur H2. Bárður er í tímaræki. Það er ekkert nýtt. Já, hérna voru ykkur kaup á C7, já. Tóku C1 barði. C7, drann D2 og Einar 5. Það ætla ekki að reyna að opna svolítið tabli fyrir biskupana. Alls ekki tvitlaust. D5. Sematísk stafmennska hjá Hjörvari. Eftir eitur með D5 kemur vantanlega biskupur upp með D5 og þá sjáum við að biskupur sem verður hérna, hann valdar
Valdar henni hálfhring riddarans. Ef ég geti gert boga þá var þetta hálfhringur hérna í kringu riddaran. Þetta sé frasið frá honum Helga Ólafs. Ég valda hálfhring riddarans. Og þá getur þessi reyndi vandræði meina riddar út á kanti. Lenka á Barður. Nei, lenka á hérna. Vildi ég sagt á Dagur. Já, ég skal fá inn með lokastöðunni að Vigni hérna. Hérna er staðan hjá lengu með hvítt 15 mínútur og Dagur svart 19 mínútur. Síðasta leikur okkur D5 og við spyrjum okkur hvað gerist eftir drottningdrepur G7. Það er stóra spurningin. Það er leikur okkur B5 þá. Hvernig bregst ég við því? Mátóttin hérna. Svolítið ljótt ef ég þarf að leika B4. Þá já, ég geti drepið hér til að valda riddarann. Ég geti drepið D5 kannski. Hrókur F5. Ég verið stímsett í boði hérna. Svo spurning hvort ég með skáka hérna og koma hér. Hvernig er sú staða? Skák hérna. Hér. Vill svartur til dæmis vera í kaupin hérna. Veit það ekki. Það er svolítið svona gleið peð hjá svörtum. Það er svona út allt borð og vinna ekkert vel saman. Samaskapur hvítur ekkert með neitt og við sérstætt heldur. Kannski svartum með ágætis bænt hérna bara H5, hrókur F5. Valdar allt. Valdar riddarann sem valdar peði, sem valdar hitt peði. Og setur á eitthvað hérna. Laga svo kóngin. Það er örugglega, já, þetta er bara fín staða svart þetta. Þannig drottning upp í G7 þá geti komið hrókur B5. En á hvítur einhvern annan leikheldur en drottning upp í G7? Það er hins vegar önnur spurning. Drottning upp í G7 er komin. Riddari D7 hjá Degi. Leikur ekki hrókur B5 heldur riddari D7. Hvað vakið fyrir honum þar? Já, hann valdar F8 reitinu núna. Og ætla vil ekki færa hann hrókarna á miðborðinu á B5 reiti núna. Það hótið því ekki. Hrókur B5 og nú er erfiðar að valda B2. Þannig að við fyrir með skýringarnar aftur. Það er sérst eitthvað leikur hérna eins og hrókudrepur. H7, já þá missi ég alltaf valdið á biskupnum, þá legg ég mig mát. Það er ekki tími það. Hlaupið að því að finna góðan leik hérna sko. Segjum bara, ég sé bara gráður að ég, já ok, þannig að ég get ekki eins og drepið hérna út af hrókudrepur D1. Hrókudrepur D1 vinnur drottninguna. Ok, bara étum eitthvað, sjáum hvar hótar hann að liggja, hvað svona kannski. Já, og ef B4 þá er orðin svolítið opinn hérna sko. Riddari D7 kannski bara sniðuleikur. Biskup C2 ekkert hjá hann. Spurning hvenær hér. Já, hrókur B5 getur að gera, já, bara riddari C5. Þetta er C5 líka. Einhvers konar hugmyndi með drottning A1. Drottning A1, biskup B, þetta er B3, kongur C2, drottning A4. Þetta er óþægilegt. Kemur ekkert óvægt að lenka eða eftir að lenda núna í svolítið mikil tímar ekki. Þetta er D7. Hún á 12 mínútur gegn 19.
drottningin er svolítið úr leik í vörninni. Spurning hvort það eigum eitthvað eitthvað svona C4-leik, reyna að fórna peði og koma drottningin í vörnina. Jafnvel bara hér. Leika bara C4 og drepur þá allavega kemst ég út í eitthvað endataflina. Og það er nú onni á hási hérna. Svona. Hugsa að þetta sé nú svont. Já, ok, ég var reyndar ekki háfi núna, ég var reyndar F6. Það er eitthvað betra. Ég líka kannski gefa þetta peð sko, bara líka hrókur F5 með eitthvað. Það farast það svolítið, það kannski gefa þetta peð bara upp á bátinn, það skiptir ekki miklu máli. Já, Dagur er klárlega með einhver undurtök hérna. Ég held að lenga eftir að fara að hugsa svolítið núna, kom leikur núna. Hún leik biskup C2, ég held að þessi leikur sé á passífur. Hún leik biskup C2. Seems too passive. Já, hún hefði líklega eða meiri tíma hérna. Mér sýnist ég er eitthvað voða. Það er að skoða eitthvað. Ég var að tala áðan hérna, ég veit ekki hvort það ekki verið með borðið uppi sko, að þetta verði kannski leiðin að bara gefa þetta peð hérna fyrir hvítan og vona besta. Þetta er kannski onni. Svartur á eitthvað svona leiki. Það er eiginlega betra að svarta samt. En biskup C2 virkar eins og passífur. Ég held að við eigum bara skák, riddari C5 sem er mjög óþægilegt. Segjum að við tökum hérna. Nei, það er rétt, þetta er, það var Vignir Olga á það, það var myndaðinu að farið, þetta er lengra á Dagur. Það var náttúrulega myndaðinu að Vignir sem var aðal viðraunin. Já, ef eitthvað svona hlutur á 7. Hérna finnst mér eins og að í að vera mát, og er þetta kannski mátina? Ég held það. Komum D2, þetta er B3. Drottning hér. Og svo drottning D1 mát. Já, þetta er þingamát svona, hrókur má ekkert fara. Getur farið beint hérna, það kemur eins út. Það var svipa, ég get skáka hérna. F1 mát, kongur er hérna. En drottninga er biskup B, þetta er C5, lítur mjög hættulega út. Ég hrókur má ekkert fara, segjum að ég leiki leikinn sem C4, hef ég tími í það. Ég geti allavega komið riddari hér. Þessi getur verið leiðilegur. Kongur hér. Þetta virðist vera næstum því mát. Ekki alveg. Kannski eitthvað betri leiðir hana. Drottning A4 B3 sleppur. Hvað er mátið hérna til C4? Þessi gengur ekki, við erum að skoða C4. Þetta er D3, C2. Að því getna sé mát, mér finnst bara eins og það eigi að vera, það getur alveg verið að sé ekkert. Ég sagt með staðin eins og eitthvað svona er nú helviti óþægileg fyrir hvítan. Sem dæmi.
ég er ekki alveg súper snappur núna, mér sýnist þetta hljótar mjög rétt. Förum hérna yfir í Hannes og Sasha. F6, F4. Eftirbyrja sem eftirbyrja F5 og enn á riddari D4 og sér hann ekki. Hvað er flækjustigið? Ég er nú ekki skarpur í dag en ég var löngu búinn að sjá riddari D4 og hann fari enn eitt sénsinn að leika þessu og gerir það ekki, leikar hrókur F8. Hrókur F1, kaup. Og örugglega stendur svartu vel en allar ákvarðanir sko sem að fresta hlutunum gefur hvítum séns á að komast í einhvers konar, það geta kannski bara komast í endaþarp sem er bara alltaf lægi sko. Það færi þetta P hérna af því við getum ekki valda út úr B4. Er ég að missa einhverju eða hvað er? Ok, B5 kannski. Hrókur hér. Teki. Hrókur B8. Ég líka skota inn í bara þetta er síðan skák. Hrókur B8. Ég skil ekkert, hvernig sér hann ekki riddari D4? Þú með allt apparatið hann á sélinu í leppun og fá BP, þetta lítur að vera kólunitap sko. Ég skil ekkert. Staðanleikur hrókur F8 og þá sleppur Sassi hérna í ykkur kaup. Og kongur F7 sem er komin. Það getur leikið kongur 1 hérna, leiktar undir bara C3, leikir hrókur A6, fara allar BP. Þetta er örugglega ennþá betra á hann hérna, Hannes, en ég er mjög góður að sjá ekki riddari D4, þetta er illskiljanlegt. Það er ekki alveg fleiri hvað dansar í dag en ég. Þannig að taktík er einhvers konar taktík í gangi hjá Guðmundi gegn Hilmi gegn Guðmundi. Drókning 1-2. Ég er með eina hugmyndina það gengur kannski ekkert upp. En ef það kemur upp svo staða að við leikum hérna drepi hrókur B2 og hvítur gerir ekkert eitthvað svona drókning hér, þá er ég að vera D2 til að halda valdi. Mætti ég þá leika biskup B4? Nei. Nei, ég held alltaf valdi á síðinu með ekki. Það býr nú hær. Og er þetta eitthvað trikk? Drókning F2? C2, hóta á með drókningu. En ég er svo sem bara að vinna leið tilbaka hérna, þetta er ekkert. Samt alveg hugmynd. Þetta er staðan, nei, þetta er staðan. Drókning 1-2 síðasta leikur. Tíminn, 18 mínútur, þetta var svipað tími. Þeir eru báðir í kringum 20 mínútur og við erum í 31. leik. Þetta verið svona nánast stíli með svipaði. Og Sassa hugsar hérna, það er komin eitthvað uppastungur að leika kongur E, neðar hrókur C. Hvítur er svona að passa sig að
fara hægt í sakirnar því að svartur hótar núna að leika kongur G6 F5 og bara éta þetta F5. Hann leikur kongur E2. Hann býður honum upp á að drepa C3. Já, þessu kommenti kom alltaf svona mínútu eftir. Það er líklega svolítið eftir. Þyrftir að íta live á streyminu, þannig að komið nær rauntíma. Þetta dottir svolítið eftir og er ekki live sko. YouTube. Ok, hann tekur að C3, hrókur upp á C3. Vantanlega hrókur A6 á kjölfarið. Hann er sér peði yfir. Tapar þessu BP. En hann gæti fengið hérna, ætla að fara ekki í þetta svona og taki þetta EP hérna. Fara 2 samstæð. Óldar hessu í stöðunni. Til dæmis er okkur B7, kongur yfir E5. Drepi hérna, hafa tíma í að skáka vantanlega. Ég hugsa að þetta sé mjög vanlegt með svona 2 samstæð. Já, en staðan er svona. Ég sé ekki fyrir mér neitt annað en hrókur A6, það er komið. Ok, þetta var hróksamtafl. Þeir ná 40 leikjum. Hjörvar og Bárður þar. Já, eftir D5 leikin áðan, þá verðist nú þessi biskup bara hafa haldið sér til hérna á D4-einum að vera kaup. Rittardreipur, biskupdreipur. Og já, svartur er svona hálfpartið manni yfir í stöðunni. Þessum biskup á D5. Þannig ef það er hægt að nýta hann í sóknaraðgerðir og hafa hann á D5, þá hlýtur svartur að standa ansi vel. D4, tónum gera 4, H3, H5. Kongur H2, H4. Já, það var sjálfsagt að leika biskup C. Við vorum bara að skoða hugmyndina hvort það verið hægt að brjótast í gegn hana. Þegar fórna B4. Tónum gera 2. G5, svartur bara bæti stöðuna, ítir peðanum með kongsvæng og hvítur eru dæmdur til að bíða bara. Má örugglega drepa á A3 en ok, hann ákveður að leika bara kongur G7, hlipur ekki í mótspil. Kongur G6, kongur G, hvítur þarf að bíða, F5. Og Bárður þar að ekki á lakkinu, hann á bara 30 sekúndur eftir. Það reyndar komið 39 leikir. Má örugglega bara leika G4. G3 er að koma kongurinn í klemmu hana. Og svartur þarf engir áhyggjur að hafa eitthvað svona patrinkum að þessi rittar alltaf leiki. G3 var kannski að byrja drottning G3, skáka þar, skáka svo hér og leika G4, þá hóttum við máti. Hvítur á ekki eins og skák. Þetta sýnst mér bara að vera búi hjá Hjörvari. Hjörvar aðeins að koma tilbaka, gaman að sjá það. Hann átti ekki alveg skilið þessa slæmu byrjun á mótinu. Dagur að lenka er staðan orðin svona. Hann leik drottning A1 sem hlýtur að vera rétt. Biskup B1, þá fyrir þetta í C5. Þetta lítur ansi hættulega út og C4 var svona einleikur sem er mitt átt í höfuvörðinni. Sama hjá lenku. Og fyrir þetta í D3. Og C2 og hérna er Dagur að hugsa.
Ætli hann sé að hugsa að hann vilji ekki hleypa drottningunni þannig á C3. Hann á nógan tíma, 12 mínútur á móti 6. Við erum með þau hana. Skulum hafa þetta svona live. Kóngur C2 síðasta leikur. Hérna. Gæti hann leikið. Tja, leika bara við hrókur E5. Við ímyndum okkur það. Þú myndir nefnilega bara taka hann á B2, loka línuna. Að loka línunni. Skoðum það aðeins. Þessi skák að degi hérna. Og ég er að velta fyrir mig hvort að svarti megi leika hérna hrókur 1-5. Þá kan bara rjúa valdi á hana B2-rið. Sem við gerum hérna. Hvítur getur skákað. Og það er einu sem við þurfum að ágjöra. Hvort að skákina gerir eitthvað. Þetta er valdað. Það getur verið mikilvægt. Og þetta er líka valdað. Þannig að einhver skákir hér og hér. Ég á skák á D8. Og D4. Þetta getur reynda verið varasamt. Nú drottningin komið tilbaka í vörnina. Hrókur E5 er líklega ekki í lagi. Ekki tími í þetta. Held ég. Svo er að reynda spurning ef ég leik hrókur E5 og skák kóngur D7. Skiptir það einhverju máli? Ég held ekki. Já, kemur bara skák á C8. Já, ok. Ok. Hvernig held ég áfram hérna með sókn? Þetta er B4 skák. Kóngur C1. Það er einhvern leikar inn í það. Nei, það er ekkert öðrugt að leika hana. Maður er að leita einhverjum hugmyndum hérna á svartan. Skyggnast í hugarheima. Já, hrókur D7 er náttúrulega svona auðvitaðsleikur, en þá náttúrulega kemst drottningin tilbaka. Ég er svona að reyna að koma í F fyrir það. Hvort það sé einhver killer í stöðunni, sko. Kannski þurfum við bara að leika hrókur D7, drottning C3, leika þá leika svo A5 kannski. Er ekkert í þessu kannski, hvað? Þannig finnst einhvern veginn eins og kóngurinn eigi að vera vandræðum hérna. Drottning A4 er bara svara með B3, við sáum það einhvern veginn aðan. Gæti reynda skotið, þetta er B3, þá kemur kannski bara kóngur B2, neða, kóngur B2, kóngur D2. Hvað er þessi? Hérna. Við erum að skoða hérna drottning A4 skák. B3 rittara hérna.
sem það geta hóttarinn sérstökur sko. Það er bara kóngur hér. Drottningi kemst fyrir, sé ekkert sérstakt, þetta D3 gerir ekki neitt, það eru 2 menn onni hérna. Menn hafa stungið bara hrókur C5 og E5. Hrókur C5, hvað ef ég fer í saman plan og skákaði hérna. Kóngur C7, hrókur drepur H7, kóngur B6. Ég svo sem held alveg kontról hérna sýnist manni. Það því að hafa drottninguna á D4. Já, getur jafnvel verið sterkara að skáka bara beint á H8 frekar en F8. Þurfi ekki að fara þessa leið. En þetta virðist nú vera nokkuð öruggt á hvítan. Svona. Svo komum upp á stunga líka E5. Eina sem skelfir mig þar er að þetta mát hérna hjá okkur. Ég teki F2. Ég líka að byrja á þessum. Finnst það eins og þetta hefur að mát. Já, hérna hlýti ég nú að geta að því að rittarinn er svo góður. Það geti bara náðið hrókin held ég. Af því að ég næði ekkert að skáka á þegar ég fer á A7. Skák hér. Eitthvað svo leiðis. Ok, þannig að E5 er kannski eina hugmyndin sem við fengið til að virka eitthvað. Það sé að hann drepa á D5. Drepa á D5 hins vegar enga en þinga. Ég geti... Já, þó. Skáka hér, þá geti komið frá okkur D8. En drottning A3, já. Ætti að sleppa. Það er eitthvað betra svart en heldur ekki mát, sko. Já, hann hætti staðan. Er hann búinn að leika ykkur maðurinn? Kóngur sitt, nei, hann hugsar. Það er eitthvað í stöðinni. Kannski bara best eftir allt saman, að leika bara hrókur D7. Tefla há stöðu. Ég var eiginlega viss hann ætti eitthvað hér, sko. Virkar rosalega hættulegt, en ok, hann þurfti ekki að vera búinn að finna neitt. Það leika sér full lengi við þessa. Hjörvar hefur lokið leik gegn Bárði, leikan er G4 og erfitt að eiga við hérna þessar mátóttanir. G3 er að koma, hvítur er alveg bundið niður. Þetta er líklegast bara mátinn okkur leikjum. Sé ekki hvernig við stoppum það. Hvítur er algjörlega leiklaus. Springer am Ende, gibt eine Hände. Já, þessi rittur út á kanti hérna, hann gerði ekki gott mót hjá Bárði. Hjörvar með fína sigur með svörtu sérstaklega. Sasha er búinn af 40 leikjum og endartapið sem hann fór í hérna hrókur A6. Þannig held ég að myndi leika kóngur hér. En hann leik B5. Kannski eftir kóngur F5 hefði komið G4 fyrst til að stoppa þetta. Hann leik B5. Hrókur B6 og náum íta P. Kóngur finnur 3. Hrókur drepur H2. Drepur B5. H5 í Hannesi.
og G5. Hannes er peð yfir. Og það sem er eiginlega mest pirrandi fyrir hvítan er að ef hann gerir eitthvað, þú strókur B7, þá kemur kóngur hér og kóngur hér. Þetta peð fellur. 2 samstæð. Og við erum nokkuð fljótur að koma hérna tilbaka. Það eru Lenka var að leika einhverju sinns mér hana, það er kannski komin leikir á þeim. Hann lék F5. Hann lék E5, drottning F8 skák, hrókur D8. Þetta er komið á borðið. Og nú held ég að Lenka verða að leika drottning A3. Það sé svona eiginlega einn leikurinn. Og hugmyndin er bara þá vantilega, já, bara drepa A3 og drepa F2. Og vona að sé einhver lús í því. Já, drottning A3 er komin. Vantilega tekið F2. Svartur er þá peð yfir. Verður líklegast að leika þar hrókur einar 1. Það er að sporna þessu E-peðum. Flertölu. Þegar hrókur er hási E3, þá er þessi peður næsta snögg. Hrókur D2 að koma. Rittari trúfur F2 er 30. annar leikur í svörtum. Þau bæðu cirka 5 mínútur. Am Ende ist die Anfang und am Anfang ist die Ende. Já, ok, Lenka tekur sér alveg tíma hérna. Skulum þá sjá eitthvað annað í rétta meðan. Já, þessi leiki voru komnir hérna. Búm, 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 og þetta er bara 2. Hannes sem var með vænlegt tafl, spurning með Hilmir og Guðmund. Þar kom, já, eftir drottning E2, þá kom hrókur upp í C2, hrókur upp í C2, hrókur upp í E1. G6 og Guðmundi. Það ætlar að losa þetta típe, gefur peð tilbaka, en þá það svartur að veikja peðastöðuna hérna. Þannig að settur upp í G6, drottning upp í C4, fær peð reyndar aftur tilbaka og þá er veikt peð hérna. Annað hérna, við veist að passa okkur að taka þau öll, drottning upp í C4 líklega alveg nóg. Það er skrítin peð, það er allt, það er hérna. Það er með 4 stök peð, hann Hilmir, þar af 2 stök týpeð. Þetta eru ekki góð peð. Hann einhvern veginn svona hangið samt á lífið hérna. Spurning hvað er best hérna. Hún hjá E6. Líka kóngur H7. Kóngurinn góðu tímabundi, ég held að við höfum ekki tími að drepa hér. Ég held að þessi var að koma, en kannski er þetta alltaf lægi að vera bara hér og... Já, drottning ekki valda peðið, það skiptir máli hérna. Í einhver svona variant. Þá hef ég tíma til að, hérna, til að valda þetta bara.
og mikilvægt að tapa þessu ekki. Það hefði AP voru svo hættulegt. Já, Guðmundur hugsa eftir kóngur H7. Þeir eru komið hvað langt hérna. 35. leik. Hannes og Sasha voru búin að ná tímamörkunum eftir B5. Kemur að vantar hann yfir. Þetta var einhver byggð að leikjum hérna. Hilmir á bara mínútu versus 10 hjá Guðmundi. Það getur einhver læti hérna og svo er að lenka Dagur. Þau eru komin í 33 leiki. Hrókur er, já, ég held að þetta var einleikurinn. Nú held ég að Hrókur D4 sé sterkur. Bara til að valda þetta P svo geti fría hennar riddar eitthvað. Free the night, sko. Hrókur er 33. leikur Kvíts. Skilur eftir 4 mínútur á klukkunni sem er betra heldur en 2,5 mínútur hjá Degi. Förum aftur í Guðmund og Hilmi. Guðmundur aggressífur, tekur þetta peð. Það þarf ekki að gefa neitt afslátt drókning B5. Þetta þarf að passa sig aðeins. Hann er með veikari kóng, drókning B5 til F1 getur verið leiðilegur. Það þarf að finna leið til að bregðast við hérna. En hefur nú til þess alveg 9 mínútur. 9 minutes in the station. Þannig að höfum við þá hægra megin í mynd. Þetta var 37. leikur Hilmis. Þrítugasti og sjötti leikur Hilmis. Guðmundur tekur smá tíma, fyrir aftur tímar ekki á Lenk og Degi. Ég hann leik Hrókur D3, það er kannski svipuð hugmynd. Já, svo sem losar hendur ekki riddarann, hvernig ætlar hann að svara Hrókur E2? Nei, E3, já, kannski. Já, það er nú kannski ekki hlust. Þetta er kannski bara 3 leikur. Mér fannst Hrókur D4 östur. Getur verið að Lenka eigi bara 1 leik hérna. Hrókur bara E4, annars er þetta vandræði. Hrókur bara kongur D3, riddar bara G3, kongur eitthvað. Getur verið stutt í jafntefli hérna. Hrókur E4, hún missir ekki þessu. Vel gett hjá Lenku. Sjáðu núna, þetta er krítískt augnablik. Kannski var Dagur hann að missa þráðina þess. Af því að nú einfaldast tapir svolítið og hann lagast þessi biskup held ég hjá hvítur núna. Það með hann að Hrókur D4 í staðinn Hrókur D3. Það er líklega haldið smá binding á stöðunni. Og ef hann er að binda og halda þessu EP-i, þá eru kóngurinn og biskupinn hjá hvítur svolítið líleg. Nú hvað var þessi leikur? 34. Já, Dagur virðist ekkert sérstaklega sáttur með þetta.
Það getur orðið tegð yfir hana eftir þetta bréf 4 komum upp á D3 sem er komin þetta upp á G3 Málið er samt að eftir þetta upp á G3 segjum kongur E3 að vinnur hvítur eitt tempo því það svarta þræða tíma í að valda HP það getur komið í kjölfæri kongur F3 og þá kemst kongur næst á E4 og vinnur EP þannig ég er ekkert viss að drepi endan á G3 það getur vel verið að leiki bara riddar F6 það er riddar síðan skák það leikur riddar síðan skák já, hann ætlar að reyna að halda þessum kontról hérna kongurinn hlýtur að fara 1-3 það sýnist lítið annað í stöðunni og þá þurfum við aftur að eyða tíma í þetta HP-ð það fer líklega á H6 þá hlýtur ég nú að geta leikið kongur F3 og hótað að fara í mótspilið, er það ekki? Ég held að Dagur geti ég veit ekki, líklegast ekki gert sér neitt svakalega góðar vonir að vinna þetta endatafl það er jafnt á liði kongur til F3 ætti að geta veitt einhvers konar mótspil lítið að liði eftir á borðinu ég held að Dagur hafi einhvers staðar þarna mist þráðinn það virðist vera nokkuð ljóst en hvað, er komnir hérna allir leikir nei ekki alveg, þetta er ekki alveg komið hjá þeim þetta var, hvað, 37. leikurinn H6 hjá Hilmi eftir drókning B5, hann kom C4 hjá Guðmundi, drókning H5 sjá hann heldur ennþá í vonum að komast eitthvað inn hérna drókning D1 og Guðmundur hefur 5 mínútur til að bregðast við því ásaki þetta ég gleymdi að skipta hérna milli en eru þeir eftir drókning B5 leikinn endurtöku þetta okkur C4 hleypar hann ekki inn hér þá var drókningin yfir og reynir að komast inn þarna á D1 þetta er 7. leikur hjá honum hérna Hilmi með hana? Þetta er eitthvað mín? Nei, þetta er Stefán já, ok Erum við live eða? Sjálfsögur eru lag það hvernig ekki að vera lag Maður sjá Ok Maður sjá við Vigni nei og því hann er búinn Maður sjá hvernig endaði þetta er bara skemmtilega Já. Vignir er hérna já, ég held að hann ætla að leika ESU hérna sem virkaði nú svona Drepa svo G6 nei, þetta er bara B6 Þetta er of course en það er svolítið eftir í þessu hann leik bara eftir bara F7, miklu betri Það fara hún ekki að þessu mörg peð í hinnu, 2 peðin, en þetta er bara búið hérna Já. og leik meiri sjálf sér strax og ég veit ekki hvort þetta var alveg búið já, og leik hann drókning C7 og það er bara af drókning eftir skák og hérna Ok já, það snakkar við þetta Vigni mörgulega leiti Dagur vist var búin að missa hérna á lestinni að hellastu lestinni eins og það heitir vist hann er valla að fara að vinna þetta já, hvað var rétt á stjórnarfundi? Var það Já, Norðurlanda mót stúlna Marta mikið, já, meðal annars já. Og Ýmismál Ýmismál Það var eitt landsmóti undan og svo many things Alltaf í hverja Martaberg já, verið sæl já, það var stjórnarfundur hérna á efri hæðinni í gólklúrum hérna gólklúrum Músusby
Það eru golfklúbburinn í Mosfellsbæ. Já, ætla að fara nú ekki bara að lesast upp í jafntefli. Þetta er 39. leikur. Við ætlum að ná tímamarkunum og svo tökum okkur pásu. Þetta er 39. leikur Hvíts, biskup finnur 5. 39th move, bishop f5 check, king f6. Við sjáum að, já, svartur er núna tilbúin að blokkera allt saman hérna. Ef með þarf, já, við náttúrulega erum ekki að fara að leika hérna núna. Það er unnið svo við skulum bara tilbaka, valda hálfring rittarans. Það er alltaf gott. Þetta kongur f6, ég spái nýja biskup c7. Það er svona the principled move. Biskup c8 er svo leikur líka. En kannski þú þarf að fara úr vörninni. Verða reddi sko. Eitt leikur viðbót í lengu, þurfum ekki meira. Býnum við hérna vantar okkur nokkra leiki. Þá komu þeir. Biskup c2. The principled move. Á lengabannan á tímaverkunum. Þá má hann falla á tíma, þá þarf hann ekki að flýta sér. No need to rush. Já, Dagur, hvað var mikið eftir? 2 minutes 40. Næja tími. Það getur varað samt að eiga nægan tíma á 40. leik og kannski gleyma menn sem frekar heldur en eiga lítinn tíma. Og ég vil nú alls ekki vera að fara að jinxa dag eitthvað. Það er Dagur hefur átt sína spretti á þessu móti. Glasta sigur á móti Guðmundi til dæmis. Það var flottan leik. En hérna kemur 40. leikur dags og það er Bjarni 6. Þau ná tímamörkunum. Þannig við ætlum að sjá hvort að Hilmir eftir, já, hérna Hákon Hrókur G2. Dóri finnur 3. Já. Má hann taka á issue? Ja, það ræður náttúrulega miklu hérna hvernig peðastaðan er. Sko, dróning F er frestandi. Dróndur breið, þú kemur mögulega til grein líka. Og Hrókur B2. En þetta var hann ákvæðan á nánast engum tíma. 30. leikurinn er dróndur breið E3. Svartur og tempaði mundir en með betri kóng. Og já, hótar þessu peði, hótar líka bara að fara inn og vera með leiðindi. Mjög almenn leiðindi. Og hérna held ég að Guðmundur þurfi mögulega að finna leikaborð við Hannes 5 sem hann gerir. Vel gert, 40. leik Guðmundi. H5 getur verið mikilvæg leikur til að eiga hérna eftir getur bara H5 dróning E5 og hóta þráskák, hóta koma tilbaka líka. Það var einn leikur eftir hjá Hilmi. Kunni að fylgist að vera með nýbúin með stjórnarhönd. Dagur líka, ætli það er sami jafntefli eða hvort það sé að hvíla sig eftir 40. leikinn.
ekki búin að semja. Chronic Housex, já. Það var síðustu leikur Hilmis. 40. leikur. Athyglisvert. Það verður baka eira að drepa þetta svona einhvern veginn. Já, svo er athyglisvert eitt í þessu hérna. Það er eitthvað svona leikur. Það er oft sem að þetta myndi tapa út á þessum, en ekki hér, þar sem við eigum Hrókur H2 í lokin. Og hvítrunir. Já, Riddarinn út á kanti, hann var ekki góður hana. En barði. Riddarinn var eiginlega svolítið aulabarður. Night on the rim is dim, segja það líka. Enskunni. Það er svona takast maður pásu núna. Allavega hjá mér. Lefa þessum skák hjá Guðmundi og Heimi bara að fljóta hérna á meðan. Ef við komum svona eftir, já, einhverja 5 mínútur eða svo. Og klárum skákinar, 3 skákir eftir að náðum hérna tíu okkur. Kíkjum að þær eftir.
Býðum nú hægir. Hvað er ekki búin að leika þér? Er það eitthvað grín? Hann lék dróknin G6, já. Og þannig, já, þar liggur durinn grafinn, eða hvernig frasi. Þarf hann Hilmir að fara í endatöfluna að peðið undir, drepa henni á H5, annarkonum peðið á drókningu. Og ef hann gerir það, þá, já, í báðum tilvikum þá verður drókningakaup, sko. Það er spurningan, eru það bara að velja milli hérna, hvort það færi þetta, já, þetta hérna. Þessi hér er eitthvað lít. Þessi ekki ansið nálægt jafntefli að þessi peð er svolítið veik og kannski svolítið fljótir að ráðast á þessum peðum. Mig grunar þetta sé svona jafnteflislegt. Mig grunar líka að Dagur og Lenka hlýtur nú að vera ansið nálægt jafntefli líka eftir B6, þá kom kongur H5, kongur G7, kongur G4. Og satt best að segja að það ásvartur eiginlega ekkert betur en að leika bara kongur F6 og sætta sig við jafntefli. Kannski vill hann laglega riddara, setja hann á B7, D6. Ætli megi það, koma hér og þá skáka hérna. Kongur drepur. Nei, það drepi á C4A, trú já, ok. Platsa þetta. Kongur F5 kannski bara slakur hérna. Já, það er kannski eitthvað smá lús í þessu svona degi vil. Hann er ekki alveg að fara að gefa jafntefli strax. Hann á leikinn eftir kongur G4. Mögulega, ok, hann fyrir rittarinn á E6. Ok, það er jarðsprengja hérna. Kongurinn fyrir þessa riti, þá kemur skákið hérna. Kannski smá lús. Við erum með frípeða, svolítið erfitt að koma þér af stað. En hvernig gengur í Hannesi? Hann ætti nú að... Við sáum B5. Þá kom G4, ekki hrókur B2. Kongur F4. Kongur F2. Kongur er farin á G5. Kongur F5 skák. Kongur Hannes 4 og hrókur drepur E5. Hannes er tveimpeðum yfir. En tapar að öllum líkindum þessu hápeði. Svo getur svartur, fyrirgeður hvítur, getur alltaf líka bara dreifið sig að bomba þessu peð á B7. Það er engar sérstakar. Já, ef hrókurinn fer hérna bakvið, þá getur nú að byrja eitthvað að blokka B6, B7 og tekja H5. Svo G4. Þannig að ég verði ekki að vera hér til að valda. Hérna, hérna, hérna. Og nú er ég að passa að hann leiki ekki hér, þannig ég þarf að eða leiki kongur G7. Þá get ég náði allavega eina pöddu og svo náði ég strax aðra pöddu. Segjum hérna. Já, þetta reddast hérna jafnteflið eða ekki. G4, G5. Eitthvað svona, fylgjum eftir, D2 hérna. Já, svo leik ég bara hér.
Ég verði að halda treyður við þetta peð og þá setja ég á peðið hérna. Það var ekkert betur hættur en að valda, setja aftur á hrókin. Spyrir hvort það ná að berga jafntefli einhvern veginn svona. Hvítur á leikinn. Tveim peðum undir, en virðist geta unnið eitt peð hérna með það leikar hróku B8 og með B-peðið og svo annað í kjölfarið. Mögulega jafntefli hérna. Það var 3 úrslit komin, Helgi Ásvann í sinni ótaldur skák gegn Héðni, Vigni vann gegn Olgu með hvítu og Hjörvar Steinn vann með svörtu gegn Bárði. Og Alexander hérna er með hvítt, hann er að berast fyrir jafntefli gegn Héðni. Guðmundur er hérna með hvítt gegn Hilmi. Það er Hilmir að berast fyrir jafntefli. Tempið mundur í stöðunni, getur hún eitt tilbaka. En erfitt að halda lífi í stöðunni án þess að skipta upp á drottningum. Það vill helst halda drottningum inn á, en ég har náttúrulega bein hóttum bara að drepa hennar G6. Ekkert hlaupið að losna undan því. Ég ætla að hugsa og hugsa. Spurning hvað Hilmir er komin yfir 20 mínútur, samt með betri tíma. Það sjá hvað undir orðið hjá Lenku og Degi. Þetta er að fóra á E6, þannig já. Biskupin fór á E4 og B7 og Dagur voru að leika A5 sem er síðasta leikurinn. Já, kannski eitthvað smá sensor hann hjá Degi, þetta sé nú ekki mikið í þessu. Biskupin fer líklega, já, myndi nú varum á því að setja hann E4, það kemur skákan í G5. Ok, hann er kongur F3, hún er kongur F3, já. Það er eitthvað leikur. Þá getur nú kannski ég kannski byrja á því að skáka hérna. Kannski kýtla þetta A3-peð eitthvað. Láti hvítan setja það á hvítareitt. Og vikja svolítið svörtureitinu hjá hvítum. Það fer að vera svolítið Magnús Carlsen-legt. Þetta tefl. Já, það vinnur þetta. Já, þetta er D4. Virkar nú svona nokkuð sólir leikur.
Þetta er 8. umferð hjá okkur. Það er tjálta hvernig degi klukkan 3. Mótorinn lýkur á laugardaginn. Síðasta umferð klukkan 1. Hérna í Mosfellsbænum. Gaman að segja frá því. Hilmir hugsar. Hilmir drapp á H5, dróning H3 og okkur B4. Það er ekki maðurlega því að þessi taktík hérna sem ég hef kallað Queen Force Divorce, það rýmar, sem að hrókurinn þvingar fram skilnað milli kongs og drottningar. Þetta dugir ekki til út af hrókur H2 og kemur svona drottningin er sett á tein þannig með kongi bakvið. Þannig að þetta dróning H3 þá leika hrókur B4. Það reyna að kýtla þessi peð hérna. Og nú gæti til dæmis hrókur C2 verið svarað með hrókur B2. Þá þarf hrókurinn að fara tilbaka. Það er hægt að skjóta inn í drippið að H5, það skiptir ekki máli. Og svo aftur hérna. Kannski fjarra þetta út í jafntefli akkurat svona. En já, maður svo sem þekkir Guðmund betur en það. Hann er þekktur fyrir að reyna að tefla upp á vinninginn. Ég held að reyni nú að forðast þetta. Reyni ekki að skipta upp og koma sér DP eða eitthvað á stað. Þetta er sett hrókinn að D2 leið og hann tekur C4, þá var ekki lengur hrókur B2. Ok, fór hann Sasha í þessa leið? Já, þetta er komið svona eins og við vorum með áðan. Þetta verður svona nokkuð svona straight forward. Akkurat það sem kíktum á áðan. Þetta peð fer bara B7. Svo fer hvíti hrókurinn undir annað peði, líklegast E-peði. Og svo vinnum við H-peði. Jafntefli. Ætli allar þrjár vera jafntefli? Er ekki bara helst Dagur sem okkur séns? Hann ætla að hugsar. Hann á 16 mínútur eftir þetta er 19 hjá Lanko. Neitan mínútur hjá Lanko. Já, Dagur er eitthvað að reyna að reikna þetta og skoða þessa möguleika. Riddar D4 er alls ekkert einn leikurinn. Það er kannski hægt að hafa hann riddar á G5, sjá hvað hvítur vill gera á kónginn. Kannski er hann hugsa að reyna að fara að koma kóngnum sínum í spili hérna megin líka. Hvað Dagur er? En nú er bara Dagur að kvöldi kominn, Dagur minn. Þú voru að fara að leika ykkur.
Býtu, annar kom leikur. Galleikur er þetta. Rittari dagur fyrir skák. Alltaf skáka, getur verið mót. Ekki þetta skiptið en Gurrit. Ég held allavega svona hugmyndin með þessu væri að leika svo bara rittari sétur, en að þynga þetta peð á hvítan ritt, opna frekar ritti, koma svo rittaranum einhvern veginn tilbaka. Og hann fyrir F5. Interesting. Það gæti verið að endurtaka einu sinni, það gæti líka verið bara það er eitthvað annað að huga til kongur F3, ég veit það ekki. Kannski er þetta D6. Ef hann kemur þessu peð áfram, en hvítur getur kannski ekki G4 hérna, ég vil leika kongur F5 sko. Eða verður ekki G4. Af því að, já, hvað get ég gert annað? Svona passív leikur, þá kemur kannski bara E4. Eitthvað svona, já, henni svartur aðeins að búa til progress, búa skákinni hérna. H5 með hann eftir leik kannski. B5 kemur til greina kannski. Búa til frýtpeð. Getum tekið hérna, tekið hér, fjarlæga frelsingi. Kannski hættar hann á D6. Kongur eftir úr síðasta leikur. Og Dagur er að hugsa. Hugsa mál eftir kongur F3. Ég hugsa hann hefur nú leikið hraðar ef hann ætlaði eftir á D4, ef hann ætlaði bara að endurtaka leikinn einu sinni til annars fyrir tíma. Það hefur nú haldið að myndi að gera þetta hraðar. Það fær mig til að hugsa að hann ætli kannski að fara á D6 frekar. Svo getur komið til álita að já, leika rittari D6, sko D5, svartur leiki H5 sjálfur. But ok. Hvað erum við? Erum við leiki á Guðmundi og Hilmi? Gunnar 4. Gunnar 4, hann ætlar að reyna að þynga hann í kaupin. Sem svartur þar svo sem ekkert að samþykja. Getur ekkert náttúrulega H6 líka. En það kom ekki fleiri leikir til greina í stöðunni. Dróndur fyrir H3 eða dróndur H6. En er bara að vera að velja melli. Þannig er bara H3, það komið. Punktur bara H3. Kemur vantilega hrókur bara C4 á bræði. Það komið. Þá er svartur ekki einu sinni peð undir í stöðunni lengur og jafn að lýsa plan. Hvítur bindur vonið sína við þetta D-peð. Það er óvíst að þetta dugir til og leika eins og hrókur D2 má örugglega svara með C5. Hér. Má ég mögulega leika hér sko.
og svona sko. Fer ég bara hérna bakvið og gefið bara þetta svipið hérna. Hvítur getur ekkert gert það með hann. Gefum svipið og skiptum upp og þetta er dautt. Þetta er dauð. Ok, ef ég ekki hrópa D2, hvað ger ég þá? Má ég þetta ekki hérna? Dómari. Ok, við getum valið, við getum tekið EP líka. En ég meina, hvað er að gera sem? King is coming. Megum örgulega verjast passituna af því að kóngurinn kemst það. Þetta fara að vera ansi jafnvægislegt. Örgulega alveg þokkalega vel telt skákjaðan báðan sko. Meanwhile, after rook takes c4, we go over to Domalchuk gegn Hannesi. Þar erum við ekki að fá leiki í einhverju hluta vegna. Voran tímarinn að taka í þetta. Voran tíma að Domalchuk að taka hana. En það er reiknum þetta bara til því endina eða eitthvað. Konu leikir er bárið og lengu. Fyrir ekki lengu og degi, myndi ég sagt það. Kongur E4, hvað er F5, er fór á D6. D5. Kongur F5, já, hérna verður hvítur leika G4, sem hún gerði. Það er svo sem kostur og gallar. Náttúrulega nú þegar P er komið hérna, þá kemst kongurinn ekki lengur á þennan reit. Svarti kongurinn hefur svona meira frjálsræði og ég hefur leika svo kongur G3, þá má ég kannski fara í riddara tilfærslu hér. Já, Dagur reynir allt hvað hann getur að kreist eitthvað fram hérna gegn lengu með svörtumennunum. Óviss hvort það dugi. Það geti alveg farið svo að allar þessar 3 síðustu skákir endir hreinlega í jafntefli. Kannski óvantast af því væri hérna skákja Hannesi þar sem hann er 2 peðum yfir. En að öllum líkindum ætti Sasha að geta redda sér hérna. She. Þeir eru að leita einhverju Patriki. Þegar kóngurinn er alltaf í pattstöðu hérna. Það er svo erfitt að losna við BP og hróki. En rosalega finnst mér Alexander taka mikið tíma. Hann er 1:20 eftir, getur þetta verið? Það sé að taka hérna 18 mínútur. Hún leikar nokkuð D8. Af hverju gerir hann það strax? Nú er hann að koma sér sem að tímapressu sko. Heyrðu, hann er að leita Patrik eins og ég. Ef hann dreif bara B5 með Hannes, má ég leika hér?
Ef ég fer hér, þá byrja ég að skáka hérna og þú kemst ekkert út. Ef ég fer hér, skáka ég hérna, reyna að komast eitthvað út, en þá fæ ég EP, þannig ok, byrjum að fara hér. Skáka D8. Kóngur C5. Ég get skákaði hérna. Ég get skákaði hérna. Þegar það fyrir alina, þá ger ég svona. Það var hérna, þá skákaði ég hér. Nei, það sleppi. En ég má drepa líka. Þetta verður að Patrik sé að bjarganum minna. Ef hann drepar á B5. Það er ekki sniður leikur fyrir D8. Það er svona ginnan til að drepa á B5. Hann er svolítið að hugsa málin, hann hlýtur nú að sjá þetta Patrik. Sassi er ótrúlega rólegur með allt saman, hann er með 1:50 á klukkunni. Það svona gefur til kynna finnst mér að hann sé nokkuð öruggur með að hann sé bara að fara að halda þessu sko. Ég myndi maður halda. Við sjá hvað ákvörðin Hilmi tók. Hann ákveði eftir G4 að drepa H3. Já, við sáum þetta áðan. Flók D2, já. Og hérna grunum með C5 sé leikurinn. To keep it simple. Þannig enn og aftur erum við að pivota á það að það sé Dagur sem eigi mestu vinningsmöguleikana. Hann á 9 mínútur eftir. 17 mínútur hjá Lenku. Sest Sassi aftur við borðið, þá hlýtur Hannes að leikja ykkur eða hvað? Ekkert endilega. Nei, Hannes hugsa málið. Við áttum í dag. Já, alltaf verði ekki að leika kóngur F6. Ég meina, þetta er ekki að leika riddarinn núna, þá kemur kóngur F4. Það halda riddarinn eitthvað aðeins. Dagur getur örugglega alltaf boðið sko og hann ekki alltaf að þarf bjóða hérna kaupa léttu mönnum af því hann er með frípep. Þá allt í einu kemur tvípeð ekki vel út hjá hvítum sko. Hvít einhvern veginn að þynga mig áfram með þessu. Þetta ég held að. Kóngur E6 F6 segi hlýtur að vera leikur hérna. Ekki auðvitað að sjá hvernig við komum samt í gegn. Svona, við getum bætt stöðun eitthvað aðeins en ég sé ekki alveg svona hreint plan til að vinna þetta. Sé að clear path to victory. Hér er eins og hann hafa leikið 1:4 getur það verið. Kóngur 1:3. Kóngur F6 tempo og kóngin á E5. Er þetta einhver progress? Mögulega ekki, eða hvað? Verði ég ekki að haga þessu þannig að ég svari kóngur E5 með biskup D5 eða hvað?
Þetta er kannski komið B5 eitthvað. Smá trikk hérna, B5, óþægilegt. Og ég verð að bíða hérna. Ég verð að bíða. Ég má ekki hleypa kongunum inn. Ég er ekki góð að leiki hérna með biskupinn. Það er biskupið ég með svona B5. Biskup hér, þá drepa C5 með skák. Hann eini leikurinn vinstur aðra 4. Get ég einhvern veginn farið í einhvern hring og fengi þessa stöðu aftur. Segjum við að fara hér. Biskup D5. Það er C5. Biskup C6. Let's go here. Ná, það fellir þess. Fæ svo sem þennan, en það er líklega ekki nóg. Eða hvað? Þetta er með C4. Það myndur svona reyna eitthvað. Ég var svona ekki bjartsýnn hérna. Ok, fáum stöðuna sem hann er. Kongur E3. Var ekki kongur F6 hjá hann. A4 er interesting move líka. Ég myndi reyna kongur F6, E5. Þegar hvítur gæti alveg leikið af sér það sko. It's possible sko að hvítur leikið af sér. En kongur F6 er kominn. Nú til dæmis. En biskup D5 núna, kongur E5, biskup G8. Þá liggur svartur A4. Þá er hvítur í leikþröng. Þannig að hvítur þarf örugglega að leika svolítið. Endar á eftir að svartur leikur kongur E5, segjum bara biskup G8 kongur E5. Þá þarf hvítur að leika svolítið svona andstöðulegu leik. Það þarf að leika hérna hreiðinni sínu frá A3 og A4. Sem er svona ekki alveg samkvæmt bestu reglum að veikja svona svörturreitina, en það virðist vera svona konkrít bara til að stoppa tempóin. Sko tíman hana Lenka á næja tíma, hann á 14 mínútur. Ég veit ekki hvað það er með þetta Íslandsmót. Þetta er það mót sem þetta Íslandsmót. Ekki Íslandsmót kvenna, heldur bara Íslandsmóti. Það er einhvern veginn er eins og Lenka ná að hafa stjórn á tímanotkunin þessu sko. Sem hún gerir hins vegar ekki að vel oft á kvennamótunum. Gerir þetta mjög vel í fyrra á Íslandsmótinu. Forðaðist tímarhag. Og hérna er hún bara með betri tíma á móti degi. Það eru svona, já, vissir íslenski skákmenn sem eru alltaf í tímarhagi. Og ég held að, ég nefni dæmi eins og Bárð, ég held að það sé lykillinn að því að hann bæti sig, að það er að laga tímanotkunin. Það þarf einhvern veginn að greina sko. Það er ekki eðlilegt að vera alltaf bara á lakkinu. Það er einhverja villur í algoritmunum þegar hann er að hugsa. Hann er að hugsa mikið veit ekki hvort það sé að reikna sama variantin aftur, hvort hann er að reikna mikið. Það er eitthvað. Það þarf að finna út úr því. Herru, já, kongur F6, já, Lenka hugsa og skiljanlega, það getur skipt máli all tempóin hérna. En hún er að ákveða hvað hann ætlar að setja biskupinn, ekki alveg bara að ákveða það. Við skulum bara svona skottast á milli í hinum skákunum á meðan. Og já, hann tók B5, Hannes, og þá hófst eltingaleikurinn, kongur F8, kongur E7, kongur E8. Og þetta er svona þessi kamikaze hrókur, þekkt pattthema. Nú til dæmis þarf kongurinn að fara á D7, af því að hann fer á D6, þá kemur hrókur yfir E6.
Já, hérna er hrókur D8. Við skoðum þetta áðan, hann gæti elta niður á A3. Hvítigangur gæti fara á A3, en þá erum við að taka D4 af því að þeim skáka elta þar. Það er ekki alveg hvaða leið við fórum á hann, fórum við ekki svona í þetta. Svona. Svona ekki. Það er hægt að halda áfram hér, en hérna verðum við að taka D4 því við höldum áfram hérna með kongur C4 og við getum ekki klárað þetta sko. Það því að hrókur hér, þá kemur hrókur fyrir, og ef hrókur hér, þá kemur hrókur D5 og við hefum ekki þessa skák lengur af því að nú drepum við bara með hrók af því að við höldum ekki lengur hápið. Þarna myndum við þurfa að drepa D4. Þá er spurning hvernig sú staða er. Af því að nú get ég aftur farið að vera með leiðindi sko. Síðan hrókur B4, hrókur D6 og nú verður að velja hvort það sé ekki ávilt. Hérna. Síðan hrókur hér. Nei, mér finnst þetta rétt að það er þetta að gera eitthvað sko. Það er ekki komið table base líka, þetta er table base draw. Leðu drefnum þá getum við flettið upp þetta er table base draw. Ok. Það kongur D7 á síðasta leikur. Sassa líklega búin að leika ykkur. Spóla tilbaka bara fáleikina, kongur D7, hrókur D8, kongur C6. Og já, hérna er annarkvæmt hrókur D6 eða hrókur D4. Alls ekki hrókur C8 út af kongur D5. Það leikur hrókur D6. Ætla verður ekki best hérna að drepa bara D4. Alveg hvað? Það getur kannski nýtt mér það að hrókurinn onni hérna til að koma hinn með þið frá. Come from the other side. Svona hello from the other side. Passa mig. Já, hvítið þarf aðeins að vanda sig. Það sker kongur C6 bara eina skákinn. Maður sjá, staðan er svona. Kongur D6 síðasta leikur. Við hefum ekki gefað tempo á hana. Til lengra sér búin að leika. Nei. Hún verður að fara hér, ekki hér. Svo hún tapar tempónu á D5 sko. Út af B5 hóttuninni. Það tekur svo góðan tíma hérna. Skynsamlegt er eitthvað að hrókur D2, þá lék Hilmir C5, drepi. Hilmir gerir sér fyllilega grein fyrir því að hann er að berjast á jafntefli hérna. G5, annan leiðin fyrir Bubba kóng, kongur G3, kongur G6, kongur F3, kongur R5. Nú þegar peðið valda þá þurfum við að
Valda okkar peð. Bubbi að koma hérna. Tókur B3. Tókur A6, byrjar á að stoppa skákina hérna. Kókur hérna 3. Og endanlega kókur finnur 6. Það er svona lógískasti leikurinn. Logical. Eins og Híkar segir. Ég verður að fá spurningu núna því að það er ekki talið í mótinu. Þegar einhver hætti svona í móti í round robin sem allir valla. Ef það er eftir 50%, eftir að 50% búið á mótinu, þá tapast rest, en það sem er búið það gildir. Eða hins vegar er áður, þess að það var 50% búið, þá hafði allt núllast út. Sem er auðvitað best fyrir mótið sjálft, sko. En ok, kóngur F6 sjálflóksins. Lenka, hún er búin að jafna tíma núna, hún var með miklu betur tíma á hann. Hún lék biskup D5. Nú getur það verið tapa. Það er með hérna. Hún er búin að 4, en nú er vandræði með hennan biskup á D5 út af leiknum Bjarni 6 til Bjarni 5. Já, þetta getur verið afdræðing mistökan hjá Lenku ef að Bárður finnur leikinn B7, B5 hérna í stöðunni. Fyrir ekki B6, B5, ekki B7. Það getur verið mjög svekkjandi að verja svona lengi og hérna. Það er sjá. Hvað er ég sko það? Finnur hann B5? Það er spurningin. The big question. Hann á 7 mínútur. Það þarf að reikna þetta. Hann sér það, B5. Það er eitthvað smá trekslað að uppfærast þannig að hann er góð leikurinn. Bjarni 7, Bjarni 5. Lenka er í vandræðum, miklu vandræðum. Má ekki drefa með C-peðin út af biskupnum á D5. Og það er ástæðan fyrir því að biskup D5 var slagur leikur. Hann er trikki hérna.
En við verðum að drepa þetta, það er ekki hægt að leyfa þessum peðum að rúlla áfram. Þá kemur hérna vantarlega A4 að bragði. Og vandamál er að við getum ekki eins og leikið C5 út af kongudrifur. Við getum ekki eld A-peðið af því að þá fyrir E-peð bara af stað. Þannig að reynum að vera á skálinni hérna. Þá kemur þetta BC hótar blokkeringunni. Það erum við að gefa þetta peð hérna. Annars hefur þetta bara C5 blokka en að biskup á skálinni. Eitthvað svona. Og þetta enda bara í einhvers konar klemmu hérna á hvítan. Náum þessu peði og þá er svona greiðileg bara í gegn. Staðan er svona og barður, hengja barður, það er dagur. Dagur er að hugsa máli. Og við búumst við að sjá hérna A4. Já, hann kom hann A4. Og voru þarna að stilla bakvið að stilla skjáinn. Já, þarna er skákinn bara ráða sínist mér. Biskup G8 einleikurinn og þá er riddari B7 mjög sterkur. Hannes og Alexander Domačuk hafa lokið leik og það enda á patti. Hér sem að, ok, hrókur C6, hrókur C4, kongur B3, þá drafar hann D4 og E5, þá náttúrulega býður hann upp á að drepa eða náttúrulega peðið, sko. En, já, þetta var réttu tími til að taka peðið, því að nú hóta ég aftur að byrja að skáka á fullu. Og svo getur líka bara að setja peðið og þetta var rétt hjá hann. F5, hrókur E4, kongur C3, hrókur til byrja E5. Glæsilega gert hjá Sasha, fáum hana. Skemmtilegt pattþema og enn eitt dæmið í skákbókina Startling Stalemate sem kemur út þetta er Ingvar Jóhannesson svona 2030 líklega at the current work rate en ég er aðeins byrjaður Meanwhile, Hilmir Gudmundur steindautt mun nú halda samt eitthvað áfram. Ég hugsa að ég nenni ekki að fylgja eftir af því að þetta er steindautt í jafntefli en við þekkjum Guðmund rétt, hann mun tefla þetta eitthvað áfram en við höfum meila mestan áhuga þá á þessari skáka degi hvort hann siglir svo heim Þetta B7 var líklega betri af hverju A3 var ekki rétti leikurinn, þetta er B7 rétti leikurinn. Here. Já, af því að C5 hafa valda í E4 og þá er kóngurinn laus. Nú er kóngurinn ekki laus en nú getur kannski leikið C6 og náðu E-peðinu. Catch the E-pawn, you see. With counterplay. Nú leiðum hann á E-peðinu þá fyrir kóngurinn að stað og leik G5 eða skipta upp. Og ætti hann á að skipta biskupnum upp fyrir A-peði. Possibly, maybe. Not necessarily. Það er ennþá sensar í góði sensar á dag hérna. En hann misti af góðan leik hérna. Hann átti að leika riddari B7 til að hafa riddarann C5. Til þess að valda E4. Af því að svar hvíts er þynga hérna eftir riddari B7. Já, ég er ekki með borðið, afsakið þetta. Og lélegum fyrir mér, ég fæ ekki að hafa einhvern.
Viljum hafa hér til að valda peði. Hann leik hins vegar A3, þá kom C5 tekið, C6. Nú aðeins erfiðara að ná þessu peði hérna. Það sem við völdum ekki þennan. Þannig að náum ekki þessum. Smá trikki. Og sjáum variant eins og þennan. Hérna er hvítur allt og fljótur að hérna fara í hápeði. Dögur ekkert að vinna manni. Það er best að koma svona tilbaka. Það skiptir sem trygglega ekki máli. Þetta er breytafli. Það er smá klaufagangur hjá Degi þarna. Þannig kannski endur þetta bara allt í jafntefli. Þetta er endur þetta Degi hérna. Já, ég er svo langt eftir, það skýrir okkur. At the end of the day, this might all be a draw. Ég er allavega 100%, já, 90 eitthvað. Prófstuði sem að þetta enda með jafntefli. Hvernig hvítur að reyna eitthvað? Það er svona hérna góð spurning. Það mun ekki stoppa Guðmund að reyna eitthvað. Ég bara veit ekki hvað. Mögulega hann ekki heldur. Hann mun samt reyna það. But okay. Lenka dagger. Þetta er komið á C7. Það er líklega búin að klúra þessu. Lenka leiks í tap. Dagur skilaði eftir jafntefli. C6, C7. Ok, hann hótar reyndar í E6 í stöðinni. Biskupur verður að fara tilbaka. En við höfum bara ekki tíma til þess að laga riddarann og ná tökum á peðinu með kóngum. Biskup A2 kemur fyrir riddari E6. Það kemur ekki fyrir hann, hins vegar kemur fyrir að biskupur logist inn á G8 á það að komast áfram. En nú sýnist mér, já, þetta að vera fjara út í jafntefli. Við fylgjum þessu aðeins eftir og svo förum við nú bara að kalla þessu umferð. We're about to call it. Já, ég held að Dagur sé svona smátt og smátt áttast á því að hann vinnur þetta ekki og hann misti hann af lítið góðu tækifæri. Var eiginlega búinn að gera allt rétt til að trekka lengu en ná ekki að klára.
Já, ég veit ekki alveg hvað Dagur ætlar að reyna. Ætlar hann að reyna hann á D6 kannski, reyna að fría kónginn þannig. Er eitthvað lús í því? Ok, segjum bara eitthvað beðleikur. Reyndar D6. Vantarlega C7, bindur riddarann alveg niður. Ég með leið og kóngurinn fer eitthvað, þá má ég örugglega bara leika C8 drótninga ekki eða eitthvað. Það er kannski óþarfi. Gæti þetta endaði hérna einhver ógeði. Það ná að vera jafntefli. Ná að þetta peðina, svona. Aftur, það var þetta. Segjum hérna, takes and bishop e. Já, við náðum aldrei að stoppa hérna. Náðum aldrei að koma biskupum á þessu skálinu hérna. Já, ég veit ekki alveg hvað hann ætlar að reyna, það ætti að reyna. Þessi leikur, já, þetta er átta var kominn. Riddari E8, biskup B3, riddari D6, biskup A2. Það sér dagar minn. Sér eitthvað í þessu kútur múa. Já, nú vantar mér svona. Ég sé ekki hvernig hvítur á að klúra þessu. Ég er bara að viðurkenna það. Mustard mitt. Don't see how to blow this. Kóngur fyrir 6. Vantarlega C7 bara. Ef ég leik ekki C7, er það kannski klúður? Er það einlega til klúður á þessu? Leik ekki C7. Why would you not play C7? Það er það sem ég skil ekki. Já, ég held að ef að C7 kemur þá fyrir við nú að kalla þetta gott fljótlega. Einn mínútu eftir að lengu.
að fara að koma leikur. Það er ekki að hugsa þetta laust. Kemur leikur, hún lék á D4, það er mögulega tafleikur. Það er mögulega tafleikur, er þetta sveiflast aftur hjá okkur? Ok, tafleikur er kannski fullt sterkt en það er komin einhver lús í þetta. Lús. There's some loose in this, Þetta er að tapa. Varðarleika C7. Akkur ekki C7? Gefa peð. Við gefum peð og fáum með peð. Staðleikurinn kongur D4. Nei, hvað er þetta? Halló. Kongur D4, þá kemur kongur E7. Þá kemur nú kongur með peðið, sko. Nú liggja ég allar leiðir til Rómar hérna. Riddari B5, kongur B3 til mér, þá kemur E3. Kottar E2 og biskup eitthvað, þá kemur E2 strax og riddari skák. Já, hérna. Já, við sérst færum þetta nefnir. Einhver hlutu vegna er Hilmir og Guðmundur ennþá tafla. Já, en þetta verðist alveg algjört klúður hérna, kongur B6 og riddari B5 er sterkur líka. Kongur B3, kemur E3. Já, það megi ekki hérna. Segjum hérna. Þetta er B5, það er alltaf valdar til leiðinni, sko. Og það er engin sérstaklega góður reitur hérna fyrir kongin. Kongur C7 til dæmis að kemur riddari D4 búið. Ok, segjum við einhverjum fyrir beigleik plus D, þá kemur samt riddari D4, jafnvel. Ég byrja náttúrulega að taka þetta peð bara. Já, ok. Fáum þetta aftur upp hérna. Kongur B3. Hannes fylgist þarna með, nýbúið með sína skák. Eldsnett yfir á Hilmar og Guðmundur eiga mínútu eftir báðir. Það er nú eitthvað bara að sverfa til akkur er svona hvíti kongurinn komin hann inn. Ertu að leyfa það? En hvað er að gerast hérna? Hvítur á leikinn. Hver var síðustu leikir hérna? Kongur er på G5. Það verðist allt vera að dróða hérna, kongur E2. A2 er lókisku líka.
Hann leikur að 2, E5. Hvað er maður að gera inn á? Þetta er 4, 5, 6, 7, 8, já, við þurfum 1 peð út af, þá er þetta að sjá table base. En hvað er ekki svo lengur og já, henni komið. Við erum komin í table base, já, riddari B5 er vinningsleikur. Hvernig voru síðustu leikir eftir kongur B6? Við vorum hérna. Kongur B6. Biskupsbréf, já, kom gapar mannin. Þá kemur þessi og riddari B5 skák. Og þetta er hægt að gefa. Sem er eiginlega alveg ótrúlega vending. Já, þetta átti nú að vera að svona virkaði tiltölulega einfalt endatafl en það var svona ákveðin lús í þessu. Og já, Dagur fann trikki sem átti að duga, B5. En misti þráðinn og misti þetta með jafntefli. En þá kvittaði lengi út og leik skákin í tap aftur. Mjög klaufulegt, C7 var langlógískasti leikurinn í stöðunni. Akkur að hleypa svarta kongnum að C-peðinu, ég náði því ekki. Það er ekki hérna það. Þetta er bara rattækni, ég skil ekki alveg akkur. Kongurinn fyrir á G6 og bara leikþröng og kongurinn fyrir á G5 og riddarinn F6. Drep GP, það er hægt að vinna þetta á prímúum sko. You can win this with prímús. Lengi kannski bara sætta sig við orðin hlut, þetta var alveg afskaplega klaufalegt. Já, það þarf lítið að velta sér upp úr þessu. Það er bara ein leið til að klúra þessu og sé ekki að Dagur fara að gera það. Það er að, já, íta H-peðinu á H2 og hafa riddarinn á annarkvort F3 og G4 á valda. Þá kemst ekki að peðinu með konginn um að patta. Það fyrir riddarinn bara E8 og F6. Þetta eru algjörlega tilgangslösir leikir. Þetta er nú komið nóga leikjum til að kæla sér niður held ég, ekki bara að setja gott. Nei, við ætlum að tefna áfram. Skák er skemmtileg, en kannski ekki alveg svona skemmtileg. Það var sveiflukend skák, vægast sagt. Ég allavega í lokin. Og svona alveg skemmtilegt middafl líka. Þetta er örugglega svona orkufrek skák fyrir báða. Bæði svona útreikningar og sviptingar af middaflinu og svona einbeiting í endataflinu sem hefur þurft til. Guðmundur og Hilmir er ennþá að, þeir eiga nú cirka mínútu. A2 E5 E5 kongur D8, ekki góð leikur. E6 move, drottning, tapleikur. Kongur E7 var hugmyndin, kongur A4, valda GP og
fer lóðbeint í lúsenastöðu. Það var nú grátlegt í Hilmi. Búin að vera að tefla skákina skínandi vel og já, kannski ákveðt að við kölluðum þetta ekki. Nú kongur upp ekki bara lúsenastöða, sko. Hvað var allir svona slagur? Segir kongur hérna. Þetta ekki bara hugsa þetta eins og Philidor, þú veist, við erum að skáka og bætir ekkert stöðuna nema að reyna að leika hér og þá skákaði. Og hvað ætlar að gera? Svo fyrir bara tilbaka, þannig að þú tekur og teki. Ég meina hrókurinn verður á þessum peði hérna, það er ekkert hægt að gera. E7 er alltaf leikur. Bestafalli kongur F7. Já, drottning var eitthvað skrýtin leikur. Þegar kongur E8 bara heldur fengnum hlut. Þannig að Hilmi leikur frá sér bara með þessu leik hérna. Ég veit ekki hver hann hefði mist af. What did he miss? Þetta er komið svona og þetta er nú bara kent í skákskólanum. Þetta er bara byggja brú. Svo hvernig kemur eitthvað hingað og skáka kónginn í burtu. Og svo förum við áfram með kónginn og peðið saman. Enda svona. Svo byggjum við brú. Rook e4, bring king, bla 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 og hrókinn fyrir. Og þetta er svona svipa á skákinn hjá Degi, þau teflita áfram. Það veit allir hvað er að gerast. Sýnst Dagur er búinn og loksins þarna klára þau. Já, staðan var orðin svona reyndar. Nei, voru nú nýtt skorpla fyrir 8 ástaleik. Þetta er nú bara einhver algjör pappirsóun, ásakið. Þetta kæra til umhverfisnefndar að tefla yfir 80 leiki hérna. Það er þetta umhverfisráðherra að með sér eða pappir í. Stöðu sem báðir vita er ekki hægt að klúra. Já, hérna hér, hvað? Þeim er alveg svona þreyttir. Guðmundur og Hilmir. Þetta er alveg ekki líkt til mig hérna þetta klúður. En það er ljóst að já, það liggja oft þessi punktar í endatöflunum. Það hefur svona verið ær á kýr Guðmundar. Hvernig koma kóngnum hann í gegn? Ég vil nokkar að sjá það hérna, eins og hérna ykkur staðar. Ok, hann kom svona, hrókur A5, hrókur A6, ok, alltaf leið. En af hverju ekki bara hér? Hvað plani ég að hvítum ef ég skorða bara kónginn? Þú ætlar að skáka mig og ég segi bara so what? Hvernig ætla hvítur að bæta stöðuna? Ég skil ekkert. Af hverju var hann að hleypa, sko? Það var nú samt jafntefli, það er ekki það, sko. En af hverju í anskotanum að hleypa kóngnum inn? Ok, hann hleypa kóngnum á staðinn einhvers staðar. Nokkur að skáki, svo fyrir kóngurinn D4. Kóngur E5, aktífu kóngur, reynir svona eitthvað að stríða honum. Hóta máti, kóngur F2 fyrir leikurina, kóngur E8 alltaf lagi. Kóngur upp í G5, kóngur E2 fyrir A2 lagi. En svona smá pikkur af því að kóngurinn er komin hérna á stjá, sko. En hérna klórar hann þessu með A1. Já, hérna. Þetta er svekkjandi.
Þannig peði komið á stað. Það er kannski ekki alveg. Við fórum ekki alveg að byggja brúna, það þurfti ekki. Þetta er óleikinn. Kind of lost for words hérna. Hannes ekki býða til fari hérna. Vantilega frá Gumma þá. Þau eru ennað hérna síns mér. Kóngur hátur, kóngur G4. Nei, ég meina kóngurinn fyrir að G3, riddar E3 upp G2, ekkert patt. Ítir peðinu á H3, riddarinn á E3 G4 og svo eftir aðtöku riddar eftir skák og H2 skák. Já, herri, ég heldur fyrir bara að kalla þetta þessar skákir eru báða tapar því miður fyrir Rengu og Hilmi. Við erum algjörlega bara klúra þessu. Við sjáum að vinningarnir eru að koma í endatöflunum. Sýnst mér Hilmir hafa gefið. Hvað er... Já, hann er búinn að færa á hana, en já, skákin er búinn. Það skiptir ekki öllu. Það er einhverjulega vegna að sitja að lenka á dagurinn eða þá. En já, ég ætla nú að fara bara svona eldsnögt yfir umferð dagsins svona rétt í lokin. Fyrst ber að nefna sjálfsögðu Helgi Ás fékk fría vinning eins og þekktur orðið. Þessum að Héðinn tilkynnti hann vil ekki lengur með mótinu fyrir umferð gærdagsins og mætti ekki til leiks. Þannig fóru sem var þá. Og Alexander Dombachuk lenti í erfiðu miðtafli. Ég held ekki að tekið ykkur á stöðu hérna. Til dæmis eftir biskup B5 og drottning B5. Þeir lenti kaupin, þetta var mjög erfið staða hjá Sasha og eiginlega ótrúlegt að sjá Hannes fá ítrekkaða möguleika á að leika riddar D4. Hvernig geta riddar D4 í fyrsta skipti? Það leika F6 sem verður allt í lagi. Tölum að segja F6 verður góð leikur. F4. Séns nummer 2. Þessi var þetta betri fyrst. Séns nummer 3. Sér það ekki, leikur hrókur F8, verður kaup og Sasha fær sénsina. Kennst í hróksandtafl, erfitt hróksandtafl. En náðu svo að halda því fyrir hrætti og sögu. Hann komst hérna í skemmtilegt þema, gefur BP. Þá var kóngurinn í pattstöðu og hann fór bara að skáka fullu. Tók svo DP á réttum tíma og endur tók leikið með EP patt, takk fyrir. Góð vörn hjá Alexander. Gumma vorum við að skoða, þetta var jafntefli allan tíman. Í svona, já, samt dýnumessi skák. Skemmtilega telti Hilmi en svo alveg í lokin á leikarinn hérna skelfur á sér, að drottning. Ég átti mér hreinlega ekki ákvað hverja missir af hérna. Af því að hvítu fær þetta GP og svarti kóngurinn skorðaðar. Bara GG. Vignir átti flottan sigur á Olgu. Það var Grundfeld. Þetta afbrigði hérna skemmtilegt afbrigði og nokkuð þekkt. Olga virtist samt hafa þetta hreinu og var svona við það að neutralisera stöðuna. Það er líklegast að leika bara drottning E7 bara undanpið þannig. Líka drottning G5 og byggðin að aðeins stríðin hérna með þessa menn hérna, þessa pressu hérna og hér. Og lungkrókun, hrókur að D8 og þá var E-tröpur F7 orðinn ansi leðilegur. Drepi, svo kom drottning G3, leðileg skák hérna og drottning af. Samfærdi sigur. Hjörvar náði líka í flottan sigur, teldi upp þétta skák og saga skákana var eiginlega þessi biskup hérna og riddarinn undir kanti. Það var eiginlega svona miðtefli sem að skóp þetta. Hjörvar fekk fyrst hérna parið sem svo sem getur verið allt í lagi, ekkert eitthvað hræðilegt en svo teldi Hjörvar þetta vel, líka hérna E5 og D5. Svona típiski sigræðileikir, fyrst E5, svo D5. Opna stöðuna fyrir biskupana og sérstaklega mikilvægt að hann er þessum biskupinn á D5.
Það var kannski primitív kaup hana hjá Bárðin, kannski erfitt að losna með hennar riddara hana. En svo teldi Hjörvar bara á kóngsveinum áfram með peðin, hann er þessi manni yfir í rauninni. Þessi riddarinn út að aka og hérna er hann bara farin að hóta máti og já, þessi riddari var saga skákarinnar. Og hér eru þau ennað, getur nú ekki verið mikið eftir riddari E3, það eru 1, 2, 3, 4, já, og 6 leikir, þetta er nú eiginlega máti, 1, 2, 3, 4, en það var kóngurinn leikja flóta. Getur náttúrulega bara leikið riddar eftir núna, en eiginlega bara betra að hafa kónginn út í horni, bara leika H4. Hann leikur riddar eftir. Það skiptir ekki öllu. Loksins kemur ekki einn. Þannig að já, þá var öllum skákunum hérna lokið. Vendipunkturinn í þessari skák var í endatöflinu. Eins og mörgum skákum. Bakka svolítið, bakka fyrir. Já, í aðtöflislega endatafl, þar sem að biskup G8 var nauðsynlegur. Lenka valdi í staðinn biskup D5 og lenti þá í vandræðum eftir B5. Vandræðum með tempón var að leika A4 en þá kemur B5. Dagur klúraði þessu tilbaka, áttalega reyndar B7 hérna. Endur með C5 til að valda E-peðið. Þessi stað fór C-peðið af stað. Nú vantar riddarann ég valdi þetta peðið hérna. Og hérna þarf kóngurinn að komast í peðið. Þess vegna er nauðsynlegt að leika C7, skákinn í athöfli. Í staðinn kom kóngur D4, þá kemst kóngurinn í peðið. Það var bara vendipunkturinn. Svo náði hann að vinna mannin hérna. Og eftirleikurinn auðveldur og óþarfur. Það er ok. Já, 8. umferðin og henni lokinni þá er Helgi Ás 7,5, Vigni Vatnar 6,5, Hannes Dómatsjúk og Hilmir 4,5. Það er alveg ólangt á eftir. Strákar mínir. Þannig að þetta er 2 8 fiskar, Helgi Ás og Vigni Vatnar, og við munum bara í næstu umferð fylgjast með hver þeirra verður eftir. Á morgun er það frí hjá Degi, Lenka Hjörvar, Barður Olga, Vignir Vatnar Hilmir, mikilvæg skák, og Helgi Ás Gretarsson og Alexander Dómatsjúk og Hilmir Kvítavagn á Vigni. Það verða stóra skákir og mikilvægar. En við látum þessu lokið í dag, löng útsetning í dag, eins og lengsta, og við sjáumst bara aftur á morgun á svipuðum tíma. Takk fyrir í dag.